í markinu hjá KR-ingum. Númer 2 Guðrún Sóley Gunnarsdóttir. Númer 3 Vanja Stefanovic. Númer 4 Sara T. Halpenny. Númer 5 Guðný G. Einarsdóttir. Númer 6 Katrín Ómarsdóttir. Númer 7 Erla Dögg Sigurðardóttir. Númer 8 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir. Númer 9 Ásgerður H. Ingibergsdóttir. Númer 10 Hrefna Jóhannesdóttir. Og númer 11 Anna B. Jónsdóttir. Nú varamenn KR-inga í dag eru númer 12 Mist Elíasdóttir, númer 13 Ólöf Gerður Ísberg, númer 14 Margrét Þórólfsdóttir, númer 15 Júlíana Einarsdóttir og númer 16 Anna Sigurðardóttir. Þjálfari Helena Ólafsdóttir en Íris Björk Eysteinsdóttir hefur verið þjálfari mest tímabilið. Nú Petra í markinu, Guðrún þar fyrir framann í vörðinni og fyrir framann hana Sara og síðan hægra megin Guðný og Anna, Erla og Katrín á miðjunni og síðan fyrir framann þær Fjóla, Ásgerður og Vanja og Hrefna Jóhannesdóttir marka hrókur KR-inga þarna fremst. Nú hér sjáum við borgarstjóran heiðursgest þessa leiks og það kannski við hæfi, Eggert Magnússon þarna líka formaður KSÍ en Blikar, það eru þarna eins og við sjáum einhverjir KR-ingar, leikmenn sem hafa spilað með KR. Já, Guðlaug Jónsdóttir og Edda Garðarsdóttir fóru yfir til Blikana fyrir þetta tímabil og þær eru mjög sterkar. Það var komið með svolítið reynsluna kannski sem vantaði aðeins í Blikana núna síðust ár. Já, Blikaliðið ungt og efnilegt lið. Já, hér sjáum við Helenu Ólafsdóttur sem var fyrirliði í 5 fyrstu leikjum KR-inga í bikarúrslitum og nú hún hér við stjórnvölinn og hefur verið hér oft með liðum í bikarúrslitum. Áhorfendum fer svona fjölgandi eftir því sem nær dregur að leik og við skulum hlýða á þjóðsönginn. Þá hefur við heyrt þjóðsönginn og Steinunn Valdís og Eggert fara upp í stúku þar sem að áhorfendur eru og við sjáum hér til hliðar að það koma fleiri og fleiri og það er gott og vonandi fjölgar þeim mikið. Það er alltaf góð stemning á svona bikarúrslitaleikjum eins og þú þekkir sjálf. Jú, maður fær ekki laust að maður fær alltaf fyrring, maður virðist aldrei alltaf losna við það þegar koma svona stórleikir. Nei. En það er náttúrulega líka eins og við vorum að tala áðan og það er alltaf bikar afhending í Kópavoginum. Þannig að það er vonandi að fólk komi eftir það og komi niður í Laugardalinn. Já, Blikar fagna mörgum í sumar. Liðið er komið í úrvalsdeildina í karlaflokki
og voru einmitt að taka við Íslandsbikarnum á Kópavogsvelli í dag. En það má gera ráð fyrir því að KR-ingar komi til með að spila varnarleik og Blikar að sækja, en þetta kemur nú allt í ljós. Það dagsformi kannski sem að skiptir mestu máli í dag. Já, það skiptir og hvort lið vill meira og svo enda líka spurning eins og það búið að tala um að svona eiginlega allir búast við því að Blikarnir eigi að vinna þetta. Þá spurning hvort að þær mæti aðeins rólegri til leiks, sem ég trúi samt ekki að þær geri, en það svona möguleikur. Já, nú þessi lið hafa átt við 4 sinnum áður og Blikar hafa unnið 3 sinnum, en KR-ingar 1 sinni. Síðast léku liðin árið 2000, þá vann Breiðablik 1-0. 1999 þá vann KR 3-1. 98 vann Breiðablik 3-2 og 94 vann Breiðablik 1-0. Og Breiðablik hefur leikið til úrslita 12 sinnum og sigraði 8 skipti. KR-ingar verið í 6 úrslitaleikjum og sigraði 2 sinnum, en já, þið valsmenn unnið oftast í 9 sinnum. Já, Breiðablik getur jafnað það í dag. Ef það ná að vinna, þá það búin að jafna það. En svo náttúrulega líka, ef við horfum á það, þá hefur KR verið eina liðið í sumar sem hefur náð stigum á Breiðablik. Já. Gerði jafntefli, þannig að það ætti svona að vera kannski í reynslu bankanum og veita liðinu kannski örlítið sjálfstraust. Já. En það eru Blikar sem að byrja með boltann og Sandra Karlsdóttir, númer 10, tekur væntanlega fyrstu spyrnuna í þessum leik. Erlendur Eiríksson dómari að gera allt klárt og aðstofadómarar hans Pétur Sigurðsson og Oddbergur Eiríksson klárir í slaginn. Erlendur flautar nú til leiks og það eru Blikar sem að koma hér upp vinstri kantinn og hér númer 8 Ólína G. Viðarsdóttir, landsliðsmaður, og annar landsliðsmaður Greta Mjöll Samúelsdóttir. Það ekki slæmt að eiga landsliðsmenn á sikkurum kantinum. Nei, Greta Mjöll aðeins 18 ára og spilaði sem fyrsta A-landsleik núna. Já. Út í Svíþjóð. Á móti Hvíta-Rússlandi. Já, Hvíta-Rússlandi fyrir ekki. Og kom þar inn á einmitt og sýndi styrk sinn. Hún sterk og fljót. Hún mjög fljót. Og það eru KR-ingar sem að eiga hér aukaspyrnu inn á eigin vallarhelmingi og völlurinn aðeins blautur, Já. þannig að hann spýtist aðeins. Það smá smá rigningar úði núna. Hérna Anna Berglind Jónsdóttir að taka innkast fyrir KR-inga. Og aukaspyrna dæmt. Og þetta geta nú KR-ingar reynt að notfæra sér þessi uppstilltu leikadriði. Já, fyrst leikadrið. Þannig Vanja, hún búin að vera mjög sterk fyrir KR í sumar. Hún flink stelpa. Já, tekur aukaspyrnuna, Vanja Stefanovic. Boltinn háttinn á teig og það skall nei, ekki náði Guðrún Sóley að skalla boltann í netið, en KR-ingar þeir halda nettinum. Þetta vel spilað. Guðni Guðleif sendir boltann þarna út, en Breiðablikskonur öllu heldur losa pressuna með því að spilna langt út af völlin, og það væri nú gott fyrir KR-liðið og myndi nú efla sjálfstraustið ef það næðu að skora slemma í leiknum. Já, það bara frábært fyrir hennar leik. Það myndi gerast. Það Guðni sem að kastar inn. Blikar berjast og eiga hér innkast. Greta Mjöll skallar boltan tilbaka og síðan kemur löng sending fram. Guðrún Sóley mjög sterk þarna, alltaf sem mjög snögg, þannig að það verður ábyggilega mikið að gera við henni í dag. Já, það er mikið mæða á henni. Landsliðsviðverðin KR á þetta innkast. Við sjáum Teisi Ann Kozlowski, nummer 7 hjá Blikum, ítölsku leikmönnunum í liði Breiðabliks. KR-ingar ná að stöðva þetta, en við sjáum að Blikar pressa mikið núna. Það á ekkert að gefa þeim neitt frið. Og aftur innkast.
Það er sjálfsagt svona taugaspenningur í Svona í leikmönnum svona til byrjun. að byrja með. Spjarnadóttir og Sturlu langt fram, en KR-ingar leyfa Blikum ekki að komast með eitt eða neitt og fá hér innkast. Það er Guðni Guðleif sem ætlar að kasta inn og þurfti þess að sækja hægri kantinn. Greta Mjöll kemst í milli og nú er mikið kapplaup. En það er Guðrún Sóley sem er á undan Gretu Mjöll, en Blikar ná frákastinu og síðan er það KR-ingar sem að koma með boltan fram á við, löng sending og það er Hrefna Huld sem að tekur laglega við boltanum og sendir hann Ásgerður Há. Kemur góð bolt á Hillu. Jú, hún nær boltanum og hún er komin í færi og Já. skora fyrir KR-inga. KR-ingar eru komnir yfir á 50 mínútu. Þetta var ótrúlegt. Við vorum óskætt í þessu til að gera leikinn skemmtilegri. Já, það væri gott fyrir KR-ingar, sögðum við áðan, og heldur betur og þær fagna mjög skemmtilega. Þetta er mjög gott hjá Hrefnu. Hrefna fær boltan, tekur vel og býður aðeins. Svo kemur hún með hann inn fyrir og þetta er glæsilegt hjá Hillu, vel klárað. Já, Hún er sterk. hún er reynd og hefur nú skorað ófá mörkin og frumar boltanum þarna í hornið og þetta er óverjandi fyrir Þóru og ekki takt að ætlast til þess að hún nái að verja svona. En nú vilja Blikar væntanlega svara strax og reyna að kvitta. Og Ásgerður Há Ingibjörnsdóttir sem að lék einmitt í bikarúrslitum með Val gegn KR 95 og 2002. Já, hún er búin að vera Val og svo tók hún sér frí og kom svo fór í KR. Já. Eru aðstoðarþjálfari þar. Einmitt og Þannig þeir eru Blikar næstu því komnir í gegn. En hún kemur með reynsluna þar inn í KR-liði. Já. Hún er búin að skora... Og hefur spilað nokkra bikarúrslitaleikina. Já. Hún er skorað 6 mörk í deildinni í sumar og 2 núna í bikarnum. Og hér missa Breiðablik stelpurnar boltan aftur fyrir endamörk og það er markspyrna frá marki KR og þetta er svona svolítið sjokk fyrir Breiðablik en kannski akkurat það sem Helena vildi. Já. Að fá mark í þetta og svona hrista svolítið upp í Breiðabliki. Helena er alltaf líflega á línunni. Hún tekur þessu alltaf alvarlega og er alltaf, já svona, eins og maður segir, frekar svona stressuð. Já, hún hefur eða ekki kannski stressuð, en svona spennt allavega. Hún lifir sinni að þannig að hún tekur stundum líka við spörkin á hliðarlínunni. Já. Þegar hún er að horfa og fylgjast með. Og hún hefur sjálfsagt fagnað þessu marki vel og sjáum hana hér. Já. Fylgist grannt með gangi mála en Breiðabliksliðið í sókn og nú er greinilega sjálfstraust komið í KR-liðið. Það er vinna boltan og freista þess að sækja fram og Ásgerður setur boltan tilbaka. Þetta er vel spilað en það er lítið ónákvæm sending og Greta Mjöll kom með boltan hér út við hliðarlínuna. Stíkur boltanum yfir, gerir þetta vel. Nú er hætt á ferðum ef hún er að koma boltanum inn á teig. Hún gerir það og skot og það er yfir. Já, þarna voru KR-ingar heppnir. Þetta er náttúrulega það sem Greta Mjöll er með sterk í, að stinga svona inn fyrir og hún er það snögg. Casey McCluskey náði ekki að stýra boltanum á markið en það var Sara Halpenny sem að sótti þarna aðeins og truflaði hana. Þannig að sjálfsagt komið bara í veg fyrir mark. Og hér var KR-ingar sem að senda tilbaka. Það var Fjóla Dröfn sem að gerði það og Blikar ná að stöðva þetta. En Hrefna tilbaka og Katrín Ómarsdóttir. Já, og Ásgerður. Þetta er vel spilað hjá KR-ingum. Hættuleg sending hérna upp í hornið en aðeins og fastur sjálfsagt leitan á vellinum. Þannig að Vanja Stefanovic náði ekki til hans. Já, og Þóra
dillir boltanum upp og Úlfar ekki ánægður að svipa eins og við sjáum. Þetta eitthvað sem átti ekkert að gerast. Nei. En svona fótboltinn. Maður veit aldrei og þetta það bara spurning hvaða áhrif þetta hefur á hvort það hvort að pressan hefur á mikið en ég menn það er 8 mínútur búnar. Þetta er rétt að byrja. Þetta er rétt að byrja. En Breiðablik komið í sókn og boltinn aftur fyrir endamörk og það er markspyrna frá marki. Guðlaug Jónsdóttir náði ekki að koma boltana þarna fyrir. Hann fór þarna út af rétt áður hún komst í hann. Guðlaug fyrir káringur og landsliðsmaður með íslenska liðinu sem að hefur farið mikið núna og hefur gaman að fylgjast með íslenska liðinu. Já, alveg, það var alveg frábært að sjá hérna út í Svíþjóð að koma tilbaka og jafna þegar eru komnar alltaf over 1-0 og 2. Það var hreint frábært. Svíjarnir mjög sterkir. Já, og gefur það sem að bara eitt lið fer upp úr riðlinum að þá gefur það íslenska liðinu góða möguleika. En það seinni leikurinn eftir við Svía og það eru fleiri leikir eftir. En það eru Breiðablik stelpurnar sem eru komnar Ólína. Vel gert hjá Fjólu. Já. Á síðustu Fjóla bjargaði þarna vel Ólína í landsliðinu og spila báða þessa leiki sem að íslenska liðið spilaði í undankeppninni mjög vel. Og hún er feikilega sterk bæði varnarlega og sóknarlega. Það sem svona líka hennar kostur eins og segir varnarlega og svo brýtur hún upp og fer upp og sækir. Einmitt. Landsleikur við Tékka 2004 framundan þannig það er langt frá því að tímabil kvennaknattspyrnunnar sé búið í ár. Og hér KR-ingar búnir að vinna boltann, fá að dæmda aukaspyrnu og Guðrún tilbúin að spyrna fram. Og vel gert hjá Hrefnu sendi boltann, tekur hann niður og það er Erla Dögg sem sendir hann að Þóra. Hrefna pressar vel hérna á Þóri. Hrefna þrautreind og mikla reynslu í þessu og mikill markahrókur. Mikil barátta þarna miðin og dæmt aukaspyrna á Guðlaugu. KR-ingar komið á óvart finnst mér í þessum leik með fínu leik. Þær eru mjög grimmar, byrja þetta vel og eiga aukaspyrnu. Og þær raða sér þarna á vítateigslínuna félagarinnar en knötturinn skoppar aftur fyrir. Já, það var Ásgerður H. Ingibjörnsdóttir sem að skoraði fyrsta markið í þessum leik eftir rétt 4 mínútur. Það voru rétt að 4 mínútur þá fékk sendingu frá Erlu Jóhannesdóttur og skoraði laglega hjá Þóru í markinu. Hrefna laglega gert og hún stíkur boltanum í fyrir en hún Megan O'Gilvey var þarna fyrir innan og kom í veg fyrir að Ásgerður gerði einhvern óskunda en Blikar komnir í sókn og Edda vel gert hjá henni, kemur boltanum út til vinstri á Ólínu. Hún fram á Grétu Mjöll, það er hreint á bakið á henni. Ekki dæmt þannig. Nei, en Gréta Mjöll hætti ekki og var næstum búin að vinna boltan aftur fyrir Blika en KR-ingar reyna að spila út í þessu, það gengur ekki og Blikar komnir í blúsandi sókn, komnir upp að vítategnum en þessi sending ónákvæm og KR-ingar ná þá skyndisókn og það er Vanja Stefanovic sem að brunar upp, sendir boltan og þarna var næstum búin að lauma honum inn fyrir vörnina á Hrefnu en Breiðablikstelpurnar náðu að stoppa þetta og þá kemur aftur sending inn á vítategin en Breiðabliksliðinu tókst að stoppa þetta og þetta á Guðlaugu. Þetta er vel spilað og Guðlaugu Jónsdóttir dansar hér með boltan á línunni og nær hún að koma honum inn á teg og gerir það en boltinn aðeins of innarlega og Petra Fanny Bragadóttir markvörður nær knettinum. KR liggur svona aftar og að taka þessar skyndisóknir og þær að gera usla í þessum skyndisóknir. Þær að ná honum svona aðeins inn fyrir og
skapa hættu. Já. Þá kemur Þóra með boltan, hún er með góðar spyrnur. Hún nær honum vel yfir miði. Já, heldur betur. Þetta er stungusending inn fyrir vörðunar. En Guðrún, já, vel gert hjá henni. En Blikar vinna boltan á ný og það var Tessia Ann Kozlowski sem að næstu því búin að ná þarna skoti á markið og betra spyrnu fram. Káringar eru mun ákveðnari oft á tíðum vinna boltan. Já, svona eins og maður segir, svona 50-50 boltan. Þeir lenda svolítið Káur með. Og þetta var vel gert hjá Katrín Ómarsdóttur, hvernig hún leysti þetta að var í þröngri stöðu en náði að koma boltanum út á kantinn á Mönju. Káringar eiga innkast og það er ekkert föður með að fá það. Bara spilað af skynsemi. Vinna boltan Káringar. Ekki þarna, Greta Mjöll út í milli. Og Blikar eiga innkastið. Aðeins farið að heyrast í áhorfendum núna. Já, þeim er líka aðeins að fjölga núna. Já. Fólk að drífa sér velli, það er fínasta veður. Það er fínt veður. Laugardalsvöllurinn í mjög góðu ásigkomulagi. Já. Edda Garðarsdóttir vinnur boltan fyrir Breiðablik og sendir hann upp í hornið. Guðlaug og sendir hann fyrir og Petra nær að komast hann í boltan áður en að Greta Mjöll komst í hann. Þetta var mjög vel gert hjá því Greta Mjöll var þarna á markteiflum og hefði getað sett hann í netið. Sjáu þið kemur á næstöngina og var alveg, hún tók þarna, var tilbúið með vinstri fótinn að sneiða hann í netið en þetta var vel gert hjá Petru Fanney. Marja B. Ágústsdóttir, aðalmarkvörður Káringa, farin til náms og það með skarð fyrir skildi, feikilega góður markvörður og fleiri reyndar úr Káur-liðinu eins og Embla Gretarsdóttir. Það veiki liðið en þær koma hér tvíendar til leiks og eru yfir óvænt Káringar. Það var Erna B. sendingu fram á við en innkast sem að Breiðablik á. Það er spurning hvort að Káur-liðinu takist að halda þetta út. Það er mikið eftir og spurning hvort að þeir hafi þrekið þetta, Káringar. En við skulum sjá hvað setur Breiðabliksliðið með yfirburða. Þarna kemur hér Fjóla sloppin ein inn fyrir. Og hún er komin inn á vítateig og hvað gerir hún? Nei, Þóra ver. Já, hérna. Þarna skatt hurnar í hælum. Það kom svona, léleg sending og hún bara vakandi Fjóla og Þóra mjög sterk í þessu. Hún kemur og loka vel á móti. En ef að Fjóla hefði nú náð að skora þarna, þá hefði nú farið einhvern, held ég. Það er hornspyrna vel gert hjá Þóru. Varði þarna döðaferðina. Þá kemur sendingin fyrir markið en boltinn aftur fyrir. Já, þetta gerist svona þegar að þessar vondu sendingar koma. Já. Hættulegu. En þá var gott að eiga góða markverð eins og Þóru og hún kom vel út á móti og lokaði og náði að bjarga. Hún er alveg gríðarlega sterk í markinu. Já. Staðan ennþá 1-0. En það er nú eiginlega varla hægt að segja að Breiðablik hafi fengið færi í leiknum en Káringar 2 dauðafæri. Og nú á það nýta annað þeirra. Hér kemur Guðrún Sóley og sendir boltan út fyrir. Ólína kastar inn. Þeir sem að Kleski náði ekki til boltans og Káringar senda hann inn á vallarhelming. Líka það sem að Þóra tekur við honum. Þá hefja Breiðablikstelpurnar sókn og Ólína og Fjóla sækir að henni og það ber árangur því að boltinn fyrir út fyrir hliðarlínuna. Og Guðný Einarsdóttir kastar inn og aftur frá Káringar innkast. Boltinn upp í hornið en það var Megan og Gylfi sem að náðu að koma boltanum út fyrir hliðarlínuna. Káringar í góðri stöðu, eiga innkast.
Nei, það eru Blikar sem eiga innkastið en KR koma fram og pressa. Pressa á þær. Og Þetta var ágætis bolti en það vantaði bara fylgja með. Já, og hafa einhverja röndóttu hana frammi. Já. En boltinn út fyrir hliðarlínuna og það eru Blikar sem eiga þetta innkast. Getur nú fært sig fram á við. Og Helena fylgist með, svo aðrir KR-ingar. Blikar hefja sóknina en KR-ingar komast í milli. Og það er Fjóla. En hann ekki samherja og Blikar unnu boltan og það er Edda Garðarsdóttir sem sendir hann fram á við í hendurnar á Petru Fanný og það verður að segjast alveg svo að Breiðabliksliðið hefur langt frá því náð sér á strik í þessum leik. Já, ekki allavega enn sem komið er. Þetta mark hefur sjálfsagt haft vond áhrif á liðið en góð áhrif á KR-liðið sem að fékk sjálfstraust og nær að verjast mjög vel en Breiðabliksliðið finnur ekki færin ennþá allavega í leiknum. Það var að Guðný. Nei, engin aukaspyrna. Þetta er það KR-ingar sem að á boltan og þessi knöttur fer út fyrir hliðarlínu og það er innkast sem að Breiðablik á og spurning hvort að þær síðan á einhverjum tökum núna á leiknum. Guðný sendir boltan út fyrir hliðarlínuna. Kannski gerir þetta vel. Já, vel gert henni. Og Ólína með misheppnaða sendingu fyrir. Og það er markspyrna frá marki KR. Það gengur ekkert upp hjá Breiðabliki. Og ef að Úlfar gæti þá var hann sjálfsagt búinn að taka leikhlé. Já, mjög sennilega. Það verður ábyggilega einhver góð ræða þar í hálfleik. Já. Petra spillir frá. KR er beint að taka boltan kallinn. Ómarsdóttir en Guðlaug Jónsdóttir sendir boltan tilbaka. Erna. Og hún tekur hérna smá áhættu. Fjóla duglega að koma í pressuna áður og það skapar svona hætta þegar hún kemur að ná þar í vörnina. Já. Þetta er kannski eitthvað sem að Breiðabliksliðið átti hugsanlega ekki von á að KR myndi pressa þetta mikið en hér vinna þær boltan. Breiðablikstelpurnar á hættulegu stað og Guðlaug reynir að lauma honum hérna inn á vítategin en þarna vantar samherja. Og Petra fær boltan í markinu. Rekur sína stelpur fram. Og þau gefur sér góðan tíma í að spyrna frá. Og Erna skallar boltan tilbaka. Og aftur Erna og Guðlaug. Í áhengið í baráttu við Önnu Berglindi Jónsdóttur sem að náði að vinna þarna innkast fyrir KR-inga. Það var það Breiðabliksliðið sem að, nei, þetta var ekki góð sending frá Megan og Gylfi og Petra aftur komið með boltan. Það vantar einhvern neista í Breiðabliksliðið þessa stundina. Þóra kemur nú væntanlega út fyrir teig með boltan og spyrnir langt inn á vallarhelming KR-inga. Erna að senda boltan þarna á Guðlaug, það gengur ekki en vinnur boltan fyrir Breiðablik og Breiðabliksliðið fær innkast. Greta Björn gerir þetta vel en hún er stöðvuð og þetta er vel gert. Sending fram á Hrefnu og hún hljóta að koma boltanum ennþá lengra fram en það gekk ekki. Þóra kom með hann í markinu og fyrir hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður og
Þetta getur þess að Ásgerður H. Ingibergsdóttir skoraði eina mark leiksins á 50 mínútu fyrir KR. KR-ingar hafa staðið sig feikilega vel í leiknum til þessa. Flestir áttu von á því að Breiðabliksliðið væri mun sigurstranglegra fyrir þennan leik. Íslandsmeistararnir hafa spilað feikilega vel í sumar. Já, og KR, endur í 4. sæti? Já, KR-ingar endur í 4. sæti, töpuðu fyrir Val í síðasta leik 5-0. Hér Erna brotleg. Þær hafa nú aðeins breytt líka eitthvað Blikarnir núna. Nú séum að Greta komin fram inn á miðjuna. Já. Sent. Og Casey hérna yfir á vinstri. Vinstri kanti. Svo tilbúin að vinna á vítategin. Góð spyrna og það skallað Þóra hann saman þennan bolta örugglega. Katrín Ómarsdóttir sem Mér sýndist hún alltaf flikkunum áfram og vonast eftir að einhver væri fyrir innan. Sjáum við baráttuna í KR-ingum og nú fá þetta enda aukaspyrnu á sig. Það var Guðný sem var brotleg. Það ganga aðeins langt dómari leyfir á þess þó að vera grófar. Það leyfa þeim að finna aðeins fyrir sér og það Edda Garðarsdóttir sem ætlar að taka spyrnuna. Þetta allt og langt til þess að skjóta þannig að hún sendir boltan væntanlega inn á teig. Hættuleg sending og það ná að skalla boltan tilbaka og það hornspyrna að marki KR-inga. Blikarnir mjög sterkir líka í svona föstu leikatriðum og góða spyrnur hjá Eddu. Já. Hún lúrir fyrir utan vítategin en Greta Mjöll Samúelsdóttir ætlar að taka. Það Vanja þarna sem nær að skalla hann í horn. Hér kemur Greta. Fína hornspyrnu, boltinn dettur þarna á tegin en Ólín nær að halda boltanum inn á og gerir þetta vel og þá kemur skot frá Tessíu Kozlowski. Blikarnir svona aðeins farnir að koma með svona pressu aðeins að vakna. Það svona vantar það hjá þeim svona bara svona rétt að setja endarhnútinn á þetta. Já. Edda Garðarsdóttir ætlar að spyrna hér. Og það skalli og mark. Það Greta Mjöll Samúelsdóttir sem að skalla boltan í markið og hún jafnar metin fyrir Blika á 27. mínútu. Já, það kom að því að Blikar vöknuðu. Já, Greta Mjöll sjáum. Edda tekur hornspyrnuna. Já, þetta vel gert. Þetta mjög vel gert. Glæsilega gert hjá Gretu. Greta Mjöll Samúelsdóttir sem var valinn leikmaður seinni hluta Íslandsmótsins. Hún búin að skora mikið í... Já, var hún ekki 4. markahæst held ég í deildinni í sumar? Jú, og hér kemur skot frá Hrefnu en beint á Þóru. Greta Mjöll Samúelsdóttir, hún skoraði 11 mörk og búin að skora núna 8 mörk í bikarkeppninni. Skoraði 11 mörk á Íslandsmótinu. Búin að jafna metin og nú geta Blikar fagnað og sumir kannski andað léttar. Aukaspyrna á hættulegum stað. Rósa Júlía. Nú það Edda Garðarsdóttir sem kemur væntanlega til með að hún lætur láta vaða markið. Það ekki spurning. Þetta fínt færi og með góðar spyrnur, fastar og nú má Petra Fanney vera á Valbergi. Edda búin að skora 3 mörk í deildinni og hér kemur spyrnan en hún rétt yfir að setja boltan hann upp í hornið. Ágætis tilraun en knötturinn yfir markið og hún hvetur félaga sína til dáða. Blikar búnir að jafna metin. Það var Greta Mjöll Samúelsdóttir sem skoraði á 27. mínútu. Ásgerður H. Ingibergsdóttir kom KR-ingum í 1-0 á 50 mínútunni.
Og af Eddu fyrir boltinn út af. Spurningin er hvernig KR-ingar bregðast við þessum ótíðundum, ef svo má orðið komast fyrir þá, hvort að þeir brotni eða nái að halda áfram að spila eins og þeir spiluðu. Hrefna sendi boltan hérna, reynda að koma hann með fyrir vörnina. En O'Gilvy, Megan O'Gilvy, sendi boltan fram og KR-ingar fá innkast. Ég held að er ekki aukaspinna þannig, ég held að það er aukaspinna, já. Gulla hafi brotið á. Jú, það er rétt hjá þér, aukaspinna og Guðrún Sóley sendi boltan. Sendingin á vítategin og það er Erna sem er að skalla boltan í burtu. Og nú koma blikarnir ábyggilega með hraðasókn hérna. Greta fyrir innan lúrir hérna. Og mikið hún er geysilega fljót og mikill kraftur í hennu. Hún stíkur boltanum í fyrir vörnina, en Guðrún Sóley er komin tilbaka og bjargar laglega þarna. En það var allt í lagi að prófa þetta fyrir Gretu. Ég minna að það var engin með, það var engin komin. Það var annarkvort að snúa við og bíða eða bara keyra á það. Já. Guðrún Sóley bjargaði KR-ingum þarna fyrir horn. Þá Edda Garðarsdóttir með sendingu inn á vítategin, en Petra í smá vandræðum. Það er kannski erfitt að reikna boltan út. Það fyrir svolítið blautur og líka þá innkast. Og nú er þetta farið að snúa svolítið þeim í hag. Já. Elín sest. Ekki ánægð með þetta mark sem kom. Þá Edda Garðarsdóttir sem á að taka hornið fyrir Breiðablik. Hér kemur hornspyrnan. Og Ólína nær að skalla á Petra við. Já, þarna skall hún nær í hælum. Ég held að Petra hefði varið og svo varið á línu hérna með Já, við sjáum þetta Sara, aftur. held ég. Hér kemur hotspinnan. Ólína skallar og Petra nær að setja höndina þarna í boltan. Og KR-ingar eiga innkast. Og það er Guðný sem að kastar inn. Ásgerður reynir að hjálpa þarna, en boltinn út fyrir og það er innkast sem að Blikar eiga. Gulla tekur. Já. Petra með boltan, tekur hann. En það er svona aðeins farið að síga í áttina að KR-markinu meir og meir. Já, það eru svona farnar að pressa meira og spurning hvort að Blikar nái að fylgja þessu eftir og bæta við staðan. Og svo náttúrulega líka þegar Blikarnir pressa svona eru, þá þarf ekki nema svona eina skítisókn með KR og setja hann. Já, og það er Ásgerður og Hrefna eru nú lungnar í því. Já, það eru flinkar í að klára færin og hafa gert oftar en einu sinni, og Hrefna búin að skora 12 mörk í deildinni í vetur og 3 mörk í bikarnum. Og hér er Guðla komin í dauðafæri og skotið er framhjá, en varði Petra ekki þarna meistaralega. Sjáum aftur endursýninguna. Guðla komst inn á vítategin. Nei, hún hittir ekki. Nei, hún tók varnarmaður held ég, og náði að fara hana fyrir. Vel gert. Þetta var mjög vel gert hjá Söru Hallpenny. En þetta kom svona upp úr engu. Hann datt svona fyrir Gullu þarna fyrir. Já. Og þetta var frábær varnarleikur. Hún náði að koma fætinu fyrir. Edda Garðarsdóttir með hotspyrnuna. Og Petra kemur út, nær að slá boltan í burtu, og það er dæmt aukaspyrna brotið á henni. Hún liggur eftir, en sem betur fer stendur hún á fætur. Sjáum aftur hvað gerðist. Hún lendir þarna í samstuði og missir boltan. Það haldir að vera eitthvað við. En hún er ekki tætt eins og við sjáum hér. Við kunnum að taka spyrnuna. Já, hárrétt hjá henni. Taka enga áhættu og jafna sig, en
Guðmundsson leik. Þetta skalla boltinn tilbaka. Nú að pressa. Nú Flöski og það aftur hotspyrnu. Já, það að aukast til mikilla munar núna að pressa. Það búin að fá hvað, 4-5 hotspyrnur hérna bara stuttum tíma. Stuttum tíma. Það er þetta. 5 hotspyrnur í allt ekki. Eða svo. Þetta með 50 hotspyrnu Breiðabliks í leiknum. Og hún kemur á fjærstöngina núna. Líka skoruði á þenn eftir hotspyrnu frá Eddu þegar að Greta Mjöll var á stönginni nær. Og þær fá aftur hot. Þannig kemur hinum megin frá núna og það er spurning hvað er Greta Mjöll sem tekur hotspyrnuna. Breiðabliksliðið hér fyrir utan. Komnar inn í teginn núna og Lína með skalla. Það er þetta. Og boltinn farið aftur fyrir þannig. Það er markspyrna frá marki KR. Aðeins að losa þessa pressu núna. Áraskar 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik og staðan jöfn 1-1 en Breiðabliksliðið að ná svona betri KR byrjaði mjög vel og voru svona mun ákveðnari. Já. En svona eins og þú segir þá er Breiðablik svona aðeins að taka yfirhöndina núna. Og þá er bara spurning hvernig það er koma út eftir hálfleik. Já. Erla Dögg Sigurðardóttir á miðjunni fyrir KR. Góðan leik, barist eins og reyndar KR-ingar og Ásgerður að búa sig undir að skjóta en náði því ekki og Ólína vinnur hér boltan af Fjólu. Fjóla hættir ekki en Ólína sterk. Já. Og Fjóla síðan brotleik. Það eru Blika sem eiga aukaspyrnu og hún er að taka hana. Við sjáum við hluta af Kópavogsbúum sýndist mér. Og hér er sending fram sem að KR-ingar ná að stoppa en Breiðablik þær gefa þeim engan grið núna og pressa. Þetta, vel gert hjá henni og þær fá nú ekki mikið tíma Breiðablikstelpur heldur því að KR-ingar pressa þær og Erna sendir hana fram á við og sendingin er ónákvæm þannig að KR-ingar, já, vel gert og leggja KR-ingar upp vinstri kantinn en þessi sending ónákvæm. Katrín setur hana upp á Fjólu. Já, fín sending hjá henni. Fjóla setur pressu á Ólínu en Ólína ekki viðast eftir nær að leysa þetta og sendir boltan fram á við. Þá sending frá Erlu Dögg. Breiðablik fær hérna markspyrnu. Markspyrna frá marki Blika og Þóra reynir sjálfsagt að koma boltan á langt inn á vallarhelming KR-inga. Helena íbyggin á svip og veltiði fyrir sig hvort að liðina nái að halda þessari stöðu fram í leikliðið. Guðný sendi tilbaka á Petru og þetta var vinsamlega gert hjá henni. KR-ingar reyna að spila úr þessu. Síðan kemur Bryndís Bjarnadóttir og sendir boltan út fyrir þannig að KR-ingar á innkasti. Og Fjóla missir boltan. Og þetta var vel gert hjá Tessi og þá kemur Guðlaug en... Mista hann aðeins og langt frá sér hann og hún var svona að sleppa hann á milli þeirra. Aðeins og fast og Petra vindir boltanum inn á vallarhelming Breiðabliks.
Dæmd aukaspyrna núna á KR. Sjáum Erlu B. Sigurðardóttur. Og þá kemur Þóra. Já, Þóra er svona, já, allavega eins og var í landsliðinu. Hún svona tekur aukaspyrnu svona rétt miði. Já. Bara skipinu að vera fljót tilbaka. Já. Og hér kemur spyrna, fín spyrna inn í átt af vítategnum. Og Sara skallaði boltan þarna inn á. En Sandra segi ég, en boltan út fyrir hliðalínuna. Ólína. Og Fjóla skallar út fyrir. 6,5 mínúti eftir að fyrri hálfleik. Og Breiðabliksliðið setur svolítið pressu núna á KR-inga. En Greta Mjöll nær ekki að halda boltanum þarna inn á. Það er ætlað sér að skora fyrir hálfleik. Já. Blikar. Og KR-inga verjast og það væri nú ágætt ef það næði að halda því. En Petra Fanny Bragadóttir, markvörður KR-inga, spýtti frá. Erla Dögg náði ekki að koma boltanum á samherja, Ólína. Fjóla skallar út af aftur. Kom ekki sending aftur upp kantinn. Skallar Fjóla út af. Það er hægt að læða svona upp kantinn með þessum hætti. Eins og við sjáum Breiðabliksliðið gera núna. Það er komið upp á vítateig. Þetta, já, Greta Mjöll en eitt innkastið. Það færast sífellt nær og nær og kemur Edda og kastar inn. Og þá Ólína inn í átt að vítategnum en KR-ingar komast í milli. Var þetta ekki hendi? Nei. Áfram með leikinn segir Erlendur Elísson dómari og þarna munar nú ekki miklu að KR-ingar sleppi í gegn en Þóra kom með boltan örugglega í hendurnar og kastar út. Guðlaug Jónsdóttir lítur upp og finnur Eddu en sendingin ekki nógu góð og Erla Dögg komst þarna í milli en Breiðablik á innkast. Spurning hvort að þessar 4 mínútur sem eftir eru að fyrri hálfleik sé nóg fyrir Breiðabliksliðið til þess að komast yfir. Þær hafa verið að ná betri og betri tökum á leiknum. Og Edda Garðarsdóttir stillir boltanum upp og Blikar fjölmenna fram. Hér kemur spyrnan inn á teginn og Guðlaug nær að skalla boltan en Petra ver. Og þetta var vel vakandi þarna. Þetta var gott hjá Gullu að koma honum hérna og flikka honum áfram. Já, sjáum Petra vel staðsett og handsama knöttinn. Og þá freista Blika þess að sækja en KR-ingar vinna boltan. Vel gert hjá Katrínu Ómarsdóttur. Blikar komnir með knöttinn á ný. Og Casey McCluskey. Já, vel gert. Fín barátta hjá Guðni og hún kemur boltanum fram á við. Hrefna svolítið ein hana frammi. Já. Breiðabliksliðið sótt meira heldur en framan á leiknum og þá verður KR-liðið að bakka og Hrefna ein frammi en hún er hættuleg og það er það sem að KR-ingar reynaði að vinna boltan, það er að senda hann fram á hana. Það var að Guðni sem að býr sig undir að kasta inn og því gekk þetta Edda. Hún er fljót að senda boltan og Guðlaug náði ekki að taka knottinn með sér og KR-ingar stöðva þessa svo. Þarna voru KR-ingar heppnir að Guðlaug náði ekki að stýra þessu. Já, náði ekki að taka hann með sér. Það verið mikið kapphlaup en Þóra
Það þennan bolta örugglega og sendir hann fram á við. Þetta tekur hann laglega niður og sendir hann inn fyrir vörnina. Mikið kapplaup. En Guðrún Sóley fyrst á vettvang og sendir hann tilbaka á Petru. Og ekki tókst Vönju Stefanovic að halda boltanum inn á vellinum. Þannig að Erna tekur innkast fyrir Breiðablik. Erna og Gulla hafa náð að loka mjög vel hérna á vinstri kantinn hjá KR Vönju. Hún er búin að vera mjög sterk í sumar, þannig að það er kannski svona verið hjá Blikunum að loka þar, en það hafa ekki mikið verið að fara þar upp. Nei, ekki mikið borið á henni. Hún skora 5 mörk í bikarnum og á Íslandsmótinu. Vanja, en hér fær Breiðabliksliðið hornspyrnu. Rösk mínúta eftir að fyrri hálfleik. Og allt útlit fyrir það að KR tækist að halda þessari stöðu og hér er það Edda Garðarsdóttir sem er komin yfir til hægri. Hvar er þá Greta Mjöll, hún skoraði áðan en hér kemur hornspyrnan og skallinn frá Söndru Karlsdóttur ekki nógu góður og hann fer aftur fyrir endamörk. 1 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik og KR-ingar ætla að halda þessu jöfnu og það er nú bara nokkuð vel að sér vikið. Þá er það KR-ingar sem að Sara Halpenny spilnir boltanum fram. McCluskey. Vel gert. Vel gert. Já, Gretu Mjöll. Kristín McCluskey komin inn á vítateiginn, hún er komin inn í teiginn, hún er komin í gott færi og hún nær að skora glæsilega gert hjá henni á lokamínútunni. Frábært mark hjá Casey McCluskey eftir gott samspil og Blikar fagna hér og sleppa með einu marki yfir inn í hálfleikinn. Hún hætti ekki, hún fylgdi alveg vel henni. Þetta var mjög vel gert hjá henni. Erla aðeins og sein hérna komast yfir. Já, Blikum tókst að komast yfir með hálfleikur. Já, með það ná ekki að taka miðju. Nei. Það er komin hálfleikur og já, það mátti ekki tæpara standa Breiðablik næði að komast yfir. Þetta var nú súrt í broti fyrir KR-ingar sem hafa staðið sig vel í fyrri hálfleik. Og sjáum að Greta Mjöll skoraði á 20.7 mínútu og Casey McCluskey á 40.5 en Ásgerður H. Ingibergsdóttir skoraði fyrir KR á 50 mínútu. Og Adolf Ingi... Jæja, þeir yfir 2-1 í hálfleik. Þetta leit nú ekki vel út framan af. Leikurinn er 90 mínútur, en ég er alls ekki sáttur, það er alveg rétt. Hvað var að í byrjun hjá okkur? Taugaspenna eða? Hvað var ekki að? Ég meina, KR fekk væri og skoraði, okkar klaufaskapur, og þannig er fótboltinn. En manni fannst svona Blikalið ekki ná að spila eins og það hefur gert megnið á sumrinu? Ég held ekkert ánægðar ennþá þrátt fyrir 2 mörk, en ég ætla ekki að kvarta undan mörkunum. Við erum 2-1 yfir og það er ágætt stað í hálfleik. Það er það sem gildir? Það eru mörkin sem til í þessu, það er víst. Hvað segir þið í hálfleik? Ég ætla að geyma það fyrir mig og mína menn. Gangi ykkur vel. Takk. Helena Ólafsdóttir er hérna. Helena, þjálfari KR-inga, svolítið kjaftsök að fá þetta mark á sig rétt fyrir leikliðið. Já, það er bara algjör óþarfi og þegar liðið búið að standa sig gríðarlega vel finnst mér í fyrri hálfleik. Ég er mjög sátt við hvernig við erum að spila. Mér finnst við aðeins svona núna seinni hlutanum ekki kannski verið að halda boltana nógu vel innan liðsins eins og við séum hættar að þora að halda honum. Og það er bara hluti sem við þurfum að laga. Ég meina, við höfum allan séns í eina leik. En baráttan er fín? Baráttan er alveg 100% og ef hún hefði verið svona í öllum leikjum þá hefði maður verið glaður. En ég meina, þetta er bara, þú veist, ég er ánægð með stelpurnar en náttúrulega kjaftsök þetta síðasta mark og nú þurfum við aðeins að þrýsta á. Hvað geturðu gert? Við liggjum svolítið tilbaka núna og höfum verið að gera í leiknum en við verðum náttúrulega aðeins að fara hærri upp ef við ætlum að skora. Þið verðið að sækja? Já, við verðum það en ég meina við þurfum líka að halda vörn og við gátum komið okkur í stöðuna 2-0, synd að nýta það ekki en við liggjum tilbaka og treystum bara á skyndisóknir áfram. Gangi ykkur vel. Takk. Já, þakka fyrir það Adolf Ingi Ellingsson og nú fer Helena inn í klefa og brýnir sína stelpur en hér sjáum við fyrsta markið, fín sending yfir og þetta er glæsilega gert hjá Ásgerði. Hún nær að vinna boltan þarna aftur og Já, vel gert og setur hann hérna.
Og þetta óvænt, sjáum það á KR-ingum að þetta kannski svolítið óvænt, en mjög ánægilegt. Og þetta var skemmtilegt fagn hjá þeim. Og þarna komust þær í 1-0, hún nær að vinna boltan þarna og skora þrumu skoti í hornið. Það var Tessia Ann Kozlowski sem var svona eiginlega við það að ná boltanum, en Ásgerður náði að krækja í hann og skora fyrir KR sem komst í 1-0 eftir rétt rúmlega 4 mínútna leik. Nú á 27. mínútu þá náði Greta Mjöll Samúelsdóttir að skora með glæsilegu skalla og jafna metin fyrir Breiðablik eftir þessa hornspyrnu frá Eddu Garðarsdóttur. Þetta var fallegt mark og svona kannski vakti Blika til lífsins í þessum leik. Þeir höfðu verið daufir og ekki fengið eitt einasta færi í þessum leik, þar til þarna. Já, ekki fram með þessu. Þannig að þetta var það sem kveikti í Blikum, því eftir þetta þá komu Breiðablik stelpur miklu meira inn í leikinn og náðu að ógna marki KR eins og hér þegar að Casey McCluskey skorar á 40.50 mínútu rétt áður en flauta var til loka fyrri hálfleiks. Svolítið mikið súrtibróti fyrir KR sem að kannski verðskuldaði að mörgu leyti að fara inn í stöðun 1-0. Nei, 1-1 segir. 1-1, já. Við veðastæðan 1-1 sanngjörn, en það er erfitt að fara inn í hálfleik þegar maður er nýbúinn að fá svona mark. Þannig að það er bara spurning hvernig það er. Það er mjög svekkjandi. Hvað þær gerir í hálfleik. Já, það ná að vonandi að peppa sig saman og byrja seinni hálfleikinn eins og það byrjuðu leikinn. En staðan sem sagt 2-1 í hálfleik Breiðablik í vil. Nú við ætlum að taka okkur smá hlé héðan af Laugardalsvelli. Við ætlum að rifja upp svipmyndir úr leik Breiðabliks og KR árið 1998 þegar þessi lið léku einnig í bikarúrslitum. Vísa bikarinn. Já, komið sælir áhorfendur góðir og velkomnir á úrslitaleikin í Coca-Cola bikarkeppni kvenna, þar sem Breiðablik og KR eigast við. Ég heiti Geir Magnússon og með mér í þessari lýsingu verður Auður Skúladóttir, þjálfari Stjörnunnar og margreindur landsliðsmaður. Auður, velkomin. Takk að vera. Nú, hér sjáum við að liðin að koma inn á og þetta eru knattspyrnukonur sem að flestir þekkja. Hér sjáum við Jóhannes Valgeirsson, dómara, og Rúnar Steingrímsson og Eyjólf Finnsson sem eru honum til aðstoðar, og eftirlitsmaður er Eiríkur Helgason og fjórði dómari Einar Sigurðsson. Og hér sjáum við uppstillinguna: Sigríður Fanney Pálsdóttir í markinu, aðri leikmenn Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, Olga Ferseth, Ragna Lóa Stefánsdóttir, Elín Jóna Þorsteinsdóttir, Edda Garðarsdóttir. Númer 7 er Olga Sofía Einarsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, Guðjóna Kristjánsdóttir. Númer 9 er Kristbjörg Ingadóttir, Helena Ólafsdóttir númer 10 og númer 11 Guðlaug Jónsdóttir og þjálfari Arnar Steinsen. Og lið Breiðabliks: Þóra Helgadóttir í markinu, númer 2 Sara Haraldsdóttir, 3 Eva Guðbjörnsdóttir, Sigrún Óttarsdóttir, númer 4 Bára Gunnarsdóttir, 5 númer 6 Sigrún Gunnarsdóttir, 7 Margrét Ólafsdóttir, 8 Helga Ósk Hannesdóttir, 9 Sigríður Þorláksdóttir, 10 Kristrún Daðadóttir og 11 Erla Hendriksdóttir og þjálfari Jörundur Áki Sveinsson. Og það er föst spyrna að markinu og Þóra í vandræðum, nær þó að koma boltanum í burtu. Og þetta er erfitt að verja svona föstum spyrnum inn á markið. Snúningur inn á markinu, þannig að... En það sluppu með skrekkinn í Breiðabliki. Já. Sjáum við Erlu. Þá hún sé búin að vera lengi í þessu, þá er hún ekki nema 21 árs. Já. Og orðið mjög reynd, en hér kemur aukaspyrnan, varnarveikur KR tilbúinn. Hér kemur spyrnan, hún er föst niðri en beint í vegginn. Þarna hefur hún ætlað að reyna að koma þeim óvart með því að fá boltan í gegnum vegginn. Já, hún getur nú betur.
bæði lið spila 4-4-2, þannig að þeir virðast ekki ætla að taka neina sénsa. En býðum nú við hvað er að gerast hér, mikið kapplaup. Sigrún setur boltan í Olgu og Olga er að fá boltan, nei. Þóra kemur út úr markinu og handsar með markið. Þetta var vel gert. En þarna mátti ekki miklu muna. Olga má ekki fá neitt tíma þarna í teiknum. Þá er hún komin í sníkjuna. Hún er stórhættuleg, já. Og þetta er vel gert hjá Þóru, kemur út og næra handsama knöttinn. Og Guðrún Jóna inn í vítateignum og kemur boltanum fyrir, skot! Og Þóra nær ekki að halda boltanum á vandræði og Blikar ná að bæja hættinu frá, en þarna mátti nú ekki miklu muna. Og ég er ekki frá því að það hafi gengið yfir núna rigningaskúr einhver. Og það svona gefur ýmsa möguleika. Blautur völlurinn og hér kemur lúmskot og Sigríður Fanney nær að blaka boltanum frá. Edda Garðarsdóttir. Guðlaug nær boltanum með þeir Þóra á undan. Þóra, já, Þóra búin að vera vel vakandi í markinu. Já. Vel gripið inn í hjá henni. Og sjálfsagt er Bjarna Sigurðssoni markverði. Hann lítur að eiga töluvert í þessum framförum hjá Þóra. Hann er búinn að vera með landsliðinu eins og Þóra og Sigríður Fanney og hann er búinn að vera að kenna þeim og miðla sinni reynslu. En hér er Sigríður Þorláksdóttir komin í dauðafæri og hún skorar fyrsta markið í leiknum. Já, þetta var óvænt. Löng sending inn fyrir vörn KR og Sigríður Þorláksdóttir skorar hér fyrsta markið á 27. mínútu. Þetta er vel gert hjá skíðakonunni. Hún fór hérna fram hjá mömmu sinni í markinu og skoraði. Þetta var virkilega vel gert. Já, það var svona hik bæði á vörninn og líka á Siggu í markinu fannst mér. Það sést nú ekki vel í endursýningunni. En mér fannst þess að eftir búin að loka fyrir þetta. Helga Ósk Hannesdóttir. Kastar hér inn. Ekki nógu langt, en vel gert hjá Margréti. Hún er komin í góða stöðu, sendir bolta fyrir og Kristrún og mark! Já, Erna Hendriksdóttir. Það er bikarkonan sem skoraði. Já, hérna. 2-0. Já, nú líst mér á það fyrir KR. En hér kemur sendingin á vítateiginn. Olga er ekki að koma boltanum á samherja. Og Elín sendir tilbaka á Guðrúnu Gunnarsdóttur. Nú sækja KR-ingar aftur. Olga, Sofía og Helena nær ekki boltanum. Hvað gerir hún hér? Leggur boltan út og Guðrún Jóna með skot! Og mark! Þrumuskot! Já, Guðrún Jóna skorar hér. Já. Hún minnkar muninn á 7. mínútu síðan hálfleiks. Auður, nú fáum við spennu. Já, þetta var mjög mikilvægt fyrir KR-ingana. Og eins og maður sá áður en markið kom, að það voru allir leikmenn Breiðabliks inn í vítateigleikum, sko. Og það bara búið ekkert gott. Það er hreinsið og þá bara kemur næsta svo. Þannig að... Og boltinn fer þarna í Sigrún Óttarsdóttur. Ég er ekki frá þetta hefði farið framhjá, þetta hefði ekki farið í víti. Já, svona er þetta. Já. Olga. Guðlaug, þetta er vel spilað hjá þeim og nú er hægt á ferðum. Olga fer séðan nálgast vítateiginn, leggur boltan til hliðar og fær hann aftur inn í vítateig. Og er þetta vítaspyrna? Það er vítaspyrna! Það er dæmt vítaspyrna á Breiðablik. Olga Fersed tekur spyrnuna sjálf. Nær hún að skora. Hér hleypur hún á boltanum og skorar! Já, Þóra var nú ekki langt frá því. En Olga Fersed jafnar hér metin Auður. Já, það tók það 10 mínútur. Allt annar bragur á KR-liðinu. Sigríður. Margrét biður boltan inn á vítateiginn og fær hann hér. Tekur boltan niður í dauðafæri og hún skorar! Og hún skorar! Er þetta sigurmarki? Er Margrét Ólafsdóttir að tryggja Breiðabliki sigur hér 5 mínútur fyrir leikslok? Já, hérna, þetta var glæsilegt mark. Glæsilegt mark hjá Breiðabliki. Margrét fékk boltan inn á vítateig og gerði þetta vel.
Góð móttaka, leggur boltan fyrir sig í móttökunni og setur hann upp í Mjög vel gert hjá óverjandi. Góð sending frá Sigríði. Ég sá að Margrét bað boltan. Þetta frábærlega gert. Já, örfáar sekúndur eftir og Breiðabliksliðið bíður eftir að hann flauti til leiksloka. Hann að gera það núna. Já, Breiðablik, bikarmeistari í Coca-Cola bikarkeppninni 1998. Þriðja árið í röð. Já, þetta Margrét skorar þetta sigurmarkið þarna, þetta er gífurlega mikilvægt. En þær voru fleiri góðar. Já, mér fannst það. Ég veist ég ekki geta tekið hana út úr þessu Breiðabliksliði. Alls ekki, sko. Þannig að... Hér Ingi Björg með bikarinn og Sigrún Óttarsdóttir fyrir niður hampar hann og Breiðablik bikarmeistari 1998. Vísa bikarinn. Þá komið sæl aftur og velkomin á Laugardalsvöllinn. Það voru margir sem þekktu andlitin á þessum myndum sem voru tekna fyrir 7 árum og þarna voru nokkri leikmenn einmitt sem eru að spila í dag. Já. Gaman að sjá það. Þarna Guðlaug og Þóra sem voru þarna, var ekki Edda líka. Edda Garðarsdóttir líka og svo sáum við Helenu Ólafsdóttur og fleiri þarna, Þóra og Guðrún Gunnarsdóttir, hún var þarna líka en það er spurning hvað gerist núna í síðari hálfleik þegar að KR-ingar koma inn á fengu þetta mark í andlitið alveg í lokin á fyrri hálfleik og var súrt í broti. Það er erfitt að fara með svona mark inn í klefa. Já, búin að vera að berjast fyrir að halda þessi fara inn í hálfleiki 1-1 og fá svo svona. Með síðustu spilnunni í hálfleiknum. En þær koma nú þarna brosandi út sýnislega, þannig að þetta er vonandi allt í góðu og við fáum skemmtilegan seinni hálfleik. Komin sól og fínt veður. Já, skín hérna inn í bílinn þar sem við sitjum og vonandi gerir okkur ekki grænt í geði en Erlendur dómari er að gera allt klárt og hann er búinn að flauta leikinn á. Síðara hálfleikur hafinn þar sem að Breiðablik er yfir með 2 mörkum í fyrri hálfleik gegn 1 marki KR-inga. Og við vorum að sjá hvernig þessi hálfleikur verður. Hvort að Blikar halda áfram þeim leik sem að þeir náðu í síðara hluta fyrri hálfleiks. Það var ekki fyrir að Blikastúlkur skoruðu markið að þær fóru svona að láta meira og meira að sig kveða. En KR-ingar höfðu spilað mjög vel fram að því. Þá er það Erna B. Sigurðardóttir sem að tekur innkastið. Guðlaug með sefnaða spilnum þarna. Stefanovic er ekki til boltans. Guðlaug kastar inn. Greta Mjöll. Það er ekki boltanum því að það var Sara T. Halpenny sem náði að skýla honum. Og aftur innkast sem að KR-ingar fá. Erna með slæma sendingu. Það er þó boltan aftur í KR-ingar halda. Og það er Vanja Stefanovic sem á í höggi við Ernu B. Sigurðardóttur en missir boltan út fyrir hliðarlínuna og Breiðabliksliðið á innkast en við sjáum að KR-ingar pressa fram. Það er að fengi skilabóð um það, þannig að þær verða að skora. Það verða að skora, já.
og þá verða þær að taka áhættu og Hrefna með sendingu þarna inn á teig. Þóra handsamar nær knettinum og býr sig undir að spyrna fram og bíður eftir að félagarnir fari fram á við og kemur fyrst spyrna. Guðrún sendir hann tilbaka. Og hér Greta Mjöll dæmd brotleg. Og KR fá aukaspyrnu. Það er mikilvægt fyrir KR-lið að ná upp sama anda og í fyrirhluta fyrri hálfleiks. Þær verða að hafa trú á þessu. Þessi Koslovski sem losa pressuna fyrir Breiðabliksliðið í bili. Það er innkast á hægri kantinum hjá KR-ingum. Hér vantar samverja þannig að Breiðabliksliðið það er innkast og Ólína Viðarsdóttir, landsliðskona, kastar inn fyrir KR, fyrir Breiðabliksliðið segi ég. Ólína Greta tekur vel við hann, hérna snýr hann af sér. Já, geysist núna upp kantinn, sendir boltan inn fyrir bandinu, frábær sending og Guðlaug er komin í góða stöðu en Petra ver meistaralega í markinu. Góður bolti og Guðlaug tók hann inn hann og það sýtist hún samt svona aðeins. Fannst þess að hún hefði mist hann aðeins frá sér sko, það er ekki... Ég sjá hún tekur enda á góða bolti. Komin inn í teig, lítur upp og endar að setja henni hornum fjær en... Petra gerir þetta vel. Já, Petra fann henni mjög vel staðsett þarna og nær að verja boltan með fótunum en frábær sending frá Gretu Mjöll þarna inn fyrir vörnina. Já, mjög góð. Og þær svona byrja með meira krafti blikarnir allavega heldur en það er að byrja í leikinn sjálfan. Í byrjun, þannig að... Og það er eitthvað spilna á KR. Helena. Já, henni líst nú ekkert vel á þetta, sýnist mér. En Breiðabliksliðið á aukaspyrnu sig og það er Edda Garðarsdóttir sem sendir boltan tilbaka á Þóru. Markvörð. Og Edda aftur. Stefanovic. Fyrir þetta laglega. Já, henn á að leysa þetta vel. KR-ingar, Guðrún Sóley sendir boltan langt fram en þessi eru langur og Þóra nær honum. Ég hef sér góðan tíma í þetta meðan að félagarinn fara framar. Þá kemur löng spyrna. Guðrún og við hérna sendingu og þá er það Blikar í góðri stöðu og skot og þetta er mark, frábært mark frá Teisíu Ann Koslovski. Þetta gerðu vel. Hún leit upp og sett hann. Já, glæsilegt mark. Fanney í erfiðleikum náði ekki að stoppa þennan bolta. Sjáum við aftur. Teisíu Koslovski. Núna verður þetta erfitt fyrir KR, já. Fer hann fram hjá Erlu Dögg og síðan spillir hún fastan, föstum bolta þarna hátt uppi og Petra Fanney nær ekki að verja. Blikarnir konum bara aftur og þær hafa fengið að heyra velvalinn á Þórvari í hálfleik. Já, mér fannst það frekar svona þungur þarna í viðtalinu við Adolf þar sem hann var ekki kátur og með framistöðu liðsins í fyrir hálfleik. Hann hefur allavega hvatt þær á það og það er komin í 3-1. Það sé ekkert að tapa þessum leik. Þetta er erfið staða fyrir KR-liðið núna. Blikarnir hafa, þær hafa nokkið fengið hvað nema 9 mark á sig í deildinni í allt svona. Já, enda með besta markvörðin. Já, þannig að þetta verður erfitt.
Já, þetta verður erfitt fyrir KR-lið og þær verða helst að svara strax, líka muni strax til þess að halda sér inn í leiknum því að ef að Breiðablik skorar næst þá verður má eiginlega segja þetta sem mikið eftir af leiknum. Og þetta er þannig stilli boltanum mjög. Og Lína skallar. Og KR-ingar er ekkert hættir, þannig að þeir fá aukaspyrnu. Hún heldur áfram á öskraðar og hvetja þær áfram. Já. Sóli. Greta Björn. Það er erfitt að missa boltan hann. Já. Allir að leiðinni fram á. Mikið svæði fyrir Svölugu og hún sendi boltan þarna í furnu og aftur fyrir endamörk. Hornspyrna. Afturka hornspyrna Breiðabliks í leiknum. Og spurning hvort að þær ætla að bæta við eða hvað. Það er Edda Garðarsdóttir sem að tekur hornspyrnuna fyrir Breiðablik eins og flestar hornspyrnur liðsins. Hér kemur hún og boltinn fram hjá markinu. Markspyrna frá marki KR-inga. Sjáum hornið aftur. Og þarna var nú ekki mikil hætta á ferðum. Það er Anna Berglind sem sendi boltan fram á við fyrir KR-inga og fær hér innkast. Skallar tilbaka. Edda og Greta Björn. En KR-ingar komist í milli. Katrín Ómarsdóttir gera þá. Hér kemur löng sending fram sem fer beint til Þóru í markinu. Mér finnst svona eins og KR-ingar séu svona kannski að sætta sig við þetta. Við skulum sjá hvort það nái að rífa sig upp og ná tökum á leiknum. Við skulum nú ekki ákveða þetta fyrirfram. Þetta er vel spilað og Ásgerður gerði þetta vel. Sendi boltan tilbaka á Erlu Dögg og hún fram að við á Katrínu. Já, vel spilað hérna. Glæsilega gert en Breiðabliksliðið kemst í milli og áfram heldur sókn KR-inga Guðrún. Fín sending þarna og hætta á ferðum en náðar, já, þær ná að koma boltanum í burtu. Beikan og Gylfi. Á KR-ingar, Erla Dögg. Reyndi þarna að senda boltan inn á vítateiginn, það gekk ekki og Gylfi sendir hann fram á við. KR-ingar berjast núna grimmilega og gera Blikum erfitt vik og KR-ingar fá innkast. Og Edda, en sendingi misheppnuð og aftur slæm sending. Erna B. Sigurðardóttir segir nær honum. Guðlaugur með henni. Fer út til. Já, vel gert hjá Ernu en hún hefði ekki sendt á Guðlaugu. Hún er nú komin upp að vítateig, sendir á Gretu Mjöll og það vantaði nú að fylgja betur eftir hjá Blikum. Þessi Góðslavski kastarinn Edda í mikilli baráttu brotið á henni og dæmd aukaspyrna við miðlínuna sem að Breiðabliksliðið fær. Edda tekur spyrnuna, Guðlaug, missir hann frá sér, Ásgerður kemst í milli en Edda vinnur hann aftur fyrir Breiðabliksliðið, sendir hann upp í hornið. Það er innkast. Það er aukast pressan á KR-liðið núna. Náðu ágætis rispu þarna á það. Já. Greta Mjöll.
Hún lætur vaða, föstu vinstri fótarskoti, það fyrir hátt yfir markið en að gera að skjóta á markið. Nægur var krafturinn í skotinu en það fór yfir. Að gera að láta vaða á markið þegar tækifæri gefst. Káringar taka markspyrnuna og fá innkast. Það mikilvægt fyrir KR-inga að setja svolítið pressu á Blika og freista þess að minnka muninn. Því að eins og ég sagði, ef að Breiðablik skora næsta marka þá er þetta nánast útilokað gegn svona sterku liði eins og Breiðabliksliðin og ferru komnar í sókn. Edda Garðarsdóttir með fína sendingu, rangstæða, en góð sókn hjá Breiðabliki. Fljótar að koma boltanum fram. Guðlaug fyrir innan, en rangstæð. Það er Guðlaug sem stillir boltanum upp fyrir KR-inga. Og Hrefna komin inn á teig og glæsilega gert hjá Þóru. Já, þarna munaði nú ekki miklu. Sjáum þetta aftur. Fín sending. Og Hrefna nær að skjóta en Þóra kemur út að hárréttu tíma. Frábært útlöp hjá Þóru. Og hún heldur boltanum vel. En þarna, þú veist, þetta er alveg séns. Það geta fengið inn og Hrefna þarf ekki mikið plás. Þarna munar sára litlu að boltinn fari undir Þóru og í netið og staðan orðið 3-2 en KR-ingar óhefni þarna vel gert hins vegar hjá Þóru í markinu. Komið veg fyrir að KR-ingum tækist að minnka munin í 3-2. Þetta ætti svona efla sjálfstrausti hjá KR-liðinu og sýna þeim að þetta er hægt. Það er allt hægt. Þá Guðrún. Tilbúin að spilna. Þessi að Kozlowski skallar fyrir Blika. Erna. Það er að koma boltanum fram en þarna vantar samherja og KR-ingar vinna knöttinn. En Blikar komast í milli. Erna. Og Greta. Já. Áfram heldur sóknin. Casey McCluskey. Guðrún Gunnarsdóttir sendi boltan í burtu og KR-ingar þá sennilega dæmdu aukaspyrnu og geta andað léttar í bili en þeir náðu þarna góðri sókn á þann KR-ingar og við skildið þeim ekki takast aftur þannig að við skulum sjá hvað gerir Guðrún. Hún sendi boltan fram á við. Erla, nei, ekki gengur það. Greta Mjöll er ekki í boltanum. Þetta verður að KR-ingar sem að koma fram á við. Ekki gekk það og Sandra tilbaka til lögsettingur og Bryndísi Bjarnadóttur. En þetta er ekki vænlegt til árangurs og boltinn út fyrir hliðarlínuna. Nú eru Blikarnir svona komið á stöðu að það eru þær sem eru að vinna þessa 50-50 bolta núna. Já, gagnstakking sem var í fyrri hálfleik. Edda. En KR-ingar er ekkert hættir. Fjóla gerir þetta vel og nú kemur Vanja Stefanovic fram með boltan fyrir KR. Ásgerður með Hrefna segi og vill bjóða fram hjálp sína. Þóra með slæma spyrnu fram og ef að KR-ingar hefði nú verið með mann þarna þá hefði illa getað farið en Blikar sleppa og koma í sókn. Erna. Ónákvæm sending og Guðrún Sóley nærknettur að senda henni tilbaka. Wow, þarna er Petra á hálum ís en náði að standa þetta af sér. Góð pressa frá Gretu. Já, setti pressa á hana og boltinn við fyrir. KR-ingar að koma aftur
og vakna til lífsins svolítið. Sækja núna hægri kantinn. Guðni. Og þá löng sending, en þessi allt of löng og Breiðabliksliðið fær innkast. En hvað ætla KR-ingar að gera? Ætla þeir að koma að pressa, koma framar. Og sjáum Úlfar stendur hann í gættinni á varamannaskýlinu. Þetta. Guðrún og síðan Erla og þá Anna. En Breiðabliksliðið kemur nú í lúsandi skyndisókn. Guðlaug, en KR-ingar koma tilbaka og þessi sókn rennur út í sandinn. Þarna hefði Breiðabliksliðið geta kannski gert betur. Já, þetta var... Hún stoppaði svona þess að hún sá ekki kannski alveg hvað nógu margar með sig. Já, þær voru þarna 3 ár og hugsanlega hefði hún átt að senda boltan bara upp í hornið og það sem að Greta Mjöll var á hreyfingu upp í hornið. Og hún hefði hugsanlega getað komið boltanum fyrir markið síðan í kjölfærið. En það nú alltaf hægt að velta þessu fyrir sig fram og tilbaka. Þá það Guðlaug Jónsdóttir sem að fær sendingu upp í hornið en hún ónákvæm og boltinn út fyrir hliðarlínuna, þannig að KR-ingar fá innkastið. Erla Dögg. Já, vel gert hjá henni og Katrín. Nú tækifæri fyrir KR-inga að sækja. Ásgerður aftur á Katrínu. Gott spil og Katrín komin inn í teig. Verður að koma boltanum fyrir sig? Nei. Þá fer knötturinn hér út og Guðni sendir Fjóla inn á teig. Hrefna með skot og Þóra ver. Já. Þarna skall Hurnar í hælum við mark Breiðabliks. Fín sókn og áfram heldur sókn. Erla Dögg. Þetta var vel gert líka hjá Katrínu. Hún hefði bara þurft að loka sig með vinstri hana. Já. En þarna náðu KR-ingar glæsilegri svo skemmtilegt spil þarna. Ein snerting og Katrín komin inn í teig. Hér Hrefna með skotið og Þóra ver þetta vel. Notaði þarna fótinn. Þannig að hún búin að verja í tvígang frá Hrefnu, meistaralega. Og hver veit hvað gæti gerst ef að Breiðabliksliðið myndi, ef að KR-liðið myndi minnka muninn, en við skulum sjá hvað gerist. Ásgerður leggur boltan niður en það Erna og finnur Guðlaugu aftur á Ernu en Vanja Stefanovic komst í milli. Þá Hrefna sér Fjólu þarna hægra megin en sendingin ekki nógu góð því að Ólína G. Viðarsdóttir er á undan. En baráttun í Fjólu er alveg til fyrirmyndar. Heldur boltanum inn og sendir hann inn á teig og Edda Garðarsdóttir verður að koma tilbaka og bjarga þarna í vörninni, en þetta sýnir bara að þá aldrei að gefast upp. Nei. Fjóla gerði þarna mjög vel og Breiðabliksliðið vinnur hér boltan. Þetta hlýtur að skjóta Blikum skelk í bringu í þessar sóknir sem KR-ingar hafa verið að ná núna undanfarið. Þær ekkert búin að gefast upp KR-stelpurnar, þannig að þetta er ekki búið og staðan sé 3-1 fyrir Breiðablik. Petra þannig. Bæði liðsins sem er búin að senda varamenn að hitta. Já. Allir komnir á. Allir verða að vera klárir. En þetta var fín sending. Erna Guðlaugu. Virkilega gert hjá henni. Sandra. Það var ekki að komast í milli. Guðrún Sóley. Og Erla. Já, fín sending. Vanja Stefanovic. Erna til varnar og vel gert hjá Vönju. Hún sendi boltan inn á vítateiginn. En hér kemur Erla Dögg og hún lætur vaða beint í fangið á Þóru. Hún var þetta var vel gert hjá Þóru. Var vel á bak við boltan og greip þetta vel. En Erla Dögg Sigurðardóttir segir hún
var ekkert smeyk við að skjóta þó að færi væri langt. Þóra í markinu. Já, og Þóra í markinu. En hann fór þarna í grasið boltinn og hefði með smá heppni geta lent illa og... En það er skemmtilegt fyrir áhöröndur og þá sem er að fylgjast með sjónvarpinu að sjá að KR myndi minnka muninn? Já. Já, það kemur mikill spenna í leikinn. Edda Garðarsdóttir tekur boltan fyrir Breiðablik og sendingin ómöguleg og Petra Fanney tekur knöttinn. Svona þær hafa mist taktinn Breiðablikstelpurnar og KR-ingar komið meir og meir inn í leikinn og verið hættulegar. Nú er helmingurinn eftir af síðari hálfleik. KR-ingar að komast meir og meir inn í leikinn og ógna markinu og það er gott fyrir leikinn. Við viljum hafa spennu í þessu. Það sé ekki allir sammála því. Og Casey McCluskey með frábæra sendingu. Greta Mjöll nær að komast í knöttinn en skotið ekki nógu fast. Og Petra nær að verja þarna hvernig aftur fyrir. Já, fín sending þarna fyrir og Greta Mjöll skaut. En Petra Fanney verði. Sjáum aftur. Og síðan fer knötturinn aftur fyrir. Og hornspyrna. Og rennur þarna aðeins til. Já, rennur aðeins til. Í skotinu. Það sýnist vera skipting í aðsíu allavega, en við skulum sjá. Breiðabliksliðið tekur hornspyrnuna. Edda með sendinguna. Tessia Kozlowski gerir þetta vel. Lauma boltanum inn á teig og glæsilegu skalli, en frábær markvarsla. Þetta var snyrtilega gert. Greta Mjöll skallaði boltan þarna í hornið. Frábær sending. Já, það var glæsileg sending frá Kozlowski og Petra Fanney á því að setja boltan þarna út fyrir. Já, Greta Mjöll nálægt í að bæta við öðru marki sínu. Þá er það horn frá Eddu, enn eitt hornið frá henni. Og næstöngin á að marka aftur, Greta Mjöll skorar aftur. Já, 4-1. Jæja. Greta Mjöll Samúelsdóttir endurtekur leikinn frá því í fyrri hálfleik. Og það mark kom eftir 25 minútna leik eins og þetta nánast. Það er á sama tíma í fyrri og seinni hálfleik. Hún verðist bara alltaf að halda áfram þessu bikarleikum. Hún er búin að taka þrennu í síðustu tveimur undanúrslitaleiknum á móti Val. Já. Og leik þar á undan, þá er hún búin að vera með 3, þannig að hún kannski ætla bara að halda áfram á sömu braut, taka 3. Frábær hornspyrna. Og aftur er Greta Mjöll á næstönginu og nær að skalla knötturinn inn. Já, Petra Fanney óheppin þarna. Það er erfitt að verjast þessu þegar leikmenn ná að sneiða boltan svona. Þetta kemur snöggt. Það er fagnað þessu. Það er nýta færin. Já, Íslandsmeistararnir og nú er Júlíana Einarsdóttir komin inn á í liði KR númer 15. Og hún er nú ekki í þessum bolta, hygg ég. Eða hvað? Jú, hann kemur ferskinn. Kemur ferskinn, já. En sendingin örlítið ónákvæm og Blikar komast í milli. Náðu þær að leika sín á milli. Mjög snyrtilega Blikastúlkur og Ólína með knöttinn á kantinum. En það er innkast að KR-ingar fá. Það er þarna í Ólínu væntanlega. Aftur innkast sem að KR á. Það er Guðrún sem kastar inn og Fjóla. Þetta dögg. Snyrtilega gert
og það er Anna Berglind. Og Erla Dögg. Katrín. Og þarna ná Blikar á síðustu stund að koma boltanum í burtu áður en Júlíana Einarsdóttir nær að komast í skotið. Vanja Stefanovic kemur tilbaka og vinnur boltan fyrir KR-íka. Eru ekki tættir þó að útliti sé dögt. Og vel gert og Fjóla er að sleppa í gegn. Ólína keyrir á eftir henni og Fjóla með skot sem að Þóra nær að verja. Og náði ekki nógu föstu skoti þarna á marki. Sjáum hér aftur. Það þarf svona að teygja sig hérna. Já, Ólína setti þarna pressu á hana að auki. Við erum tilbaka á Petri Fanney. Anna Berglind. Vanja. Erla Dögg. Þá Guðný. En Ólína kemst í milli og sendur tilbaka. Þóra. Tekur knöttinn. Og bíður eftir að félagarnir fari fram. Laglega gert hjá Eddu, Erna. Já, snýr þarna Vanja Stefanovic af sér, sendir á Eddu. Og Greta Mjöll nær ekki til boltans. Og Petra kemur út og handsama knöttinn. Og verða KR-íkar að taka mikla áhættu. Það er alltaf að vika muninu. Það getur nú snúist upp í martröð. Það er líka spurningur það. Eða nei, maður hættir ekki. Kannski hafi þetta ekki of stórt. Já. Það er stundum hættan að fólk vil ekki, bakka frekar í staðan fyrir að reyna að sækja þegar staðan er þessi. Já. Hér vinnur Edda boltan fyrir Breiðablik og Greta Mjöll. Sendir hann fram á við. Og Petra Fanney kemur út úr markinu. Það að senda hérna á Guðlaugu. En það gekk ekki að þessu sinni. Vanja Stefanovic gerði þetta vel. Leita nú að samherja. Æjæ, hérna var nú einhver misskilningur. Bakvörður. Varði mjög vel eins og sá mána á móti Hrefnu sem hefði getað verið komið í stöðuna frá 3-2. Já. Helena. Frekar óhress með gang mála sem hún er mikil keppniskona. Þá Guðlaug, nei. Anna á undan. Edda. Greta Mjöll upp í hornið eða eitthvað. Nei, þetta er of langt. Og markspyrna frá marki KR-íka. 15 mínútur eftir á þessu leik og allt útlit fyrir sigur Breiðabliks. Ólafur Hinriksson. Rólegur bara. Já, hann er bara rólegur og yfirvegaður hérna í búrinu. Fylgist með leiknum. Þetta er ekki búið fyrir búið að flauta af. Þó að staðan sé góð og þá getur allt gerst eins og við sáum í fyrri hálfleik. KR-íkar hefðu auðvitað getað komist í 2-0. Þannig að það er ýmislegt sem að geti gerst ef að til dæmis þessi sókn KR-íka myndi enda vel fyrir þær. Og Þóra kemur út úr markinu, Vanja nær boltanum og Þóra verður að keyra tilbaka. Og þá kemur sendingin inn á teginn og Þóra nær ekki að kýla boltan. Það er hornspyrna. Hornspyrna að marki Breiðabliks. Önnur hornspyrna KR-íka. Og Vanja Stefanovic sýndi þarna mikla baráttu og náði að vinna þarna. Hornspyrnu fyrir KR. Hvað gera KR-íka? Fjóla kemur og stillir boltanum upp. Hrefna ætlaði þarna inn á vítategnum tilbúin að skalla. Hér kemur hornspyrnan og skalli framhjá. Það var Erla Dögg sýndist mér sem
sem var þarna. Já, stökkast hérna. Sjáum þetta aftur. Já, það er að skalla boltan þarna að markinu en nær ekki að stýra honum í hornið. Þetta Dögg Sigurðardóttir, hávaxin leikmaður og búin að vera dugleg í þessum leik. Þetta. Og sendur hann tilbaka á Söndru, hún er beint á Fjólu og Fjóla gerði þetta vel. Það var það Þóra markvörður. Sjáum hluta af áhorfendunum. Við vitum nú með hverju þessir halda. Þetta tekur boltan, sendir hann út til hliðar. En Greta Mjöll nær ekki boltanum og KR-ingar fá innkastið. Guðlaug Einarsdóttir kastar inn fyrir KR-inga en Breiðabliksliðið búið að vinna boltan, tapar honum aftur Katrín. Stingur honum inn fyrir en þetta er of langt. Og Þóra handsama klöttinu örugglega. Þóra B. Helgadóttir að leika marga leiki í íslensku knattspyrnu, 95 leiki í deildinni alls. Og þeir eru bikarúrslitaleiki náttúrulega. En hér er Edda Garðarsdóttir að vinna knöttinn. Þá Guðlaug með sendingu á fjarstöngina og Greta Mjöll er að skalla boltana en núna er óöppin, hann fer í þverslána. Já, hún er svegt með þetta, hún hefði getað náð þrennunni þarna. Fín sending frá Guðlaugu. Það er bara dett í horni fjær. Þarna hefur hún bara sennilega fengið of mikinn tíma. Já, þetta er það ekki. Hún er óvölduð á fjarstönginu og hefði getað bætt við 5. marki Breiðabliks og 3. marki sínu. Já, en það eru rúmar 10 mínútur eftir og enn tækifæri fyrir hana til þess að bæta við marki. Þetta er aðstofadómari veifar þarna flaggi sínu. Dæmir erlendur aukaspyrnu á KR-inga. Það er Þóra. Það tekur aukaspyrnunni, hún fer beint út af. Sjáum að Helena er svona búin að gefa upp alla von. Og við sýndist Sigríður Fanney Pálsdóttir markvörður KR-inga, fyrrum markvörður vera þarna við hennar hlið en Guðlaug er inn í teig með boltan og hvað gerur hún? Hún leggur hann út og Erna með skot. Já, hún var nú ekkert langt frá því. Það var fínt skot hjá Ernu. En Guðlaug svegt. Hún veit hún hefði haft að gera betur hérna. Láta vaða bara. Þetta er nú komin í fílustöðin. Þetta er gott úthlaup hjá Petru. Nær að krækja þarna í boltan. Og Þarna var markið opið. Já, nota vinstri bara. Það var Fjóla. Og Vanja með henni þarna, fær boltan, vel gert hjá KR-ingum. Nú sendir og skalli og beint í fangið á Þóru. Það var Hrefna Jóhannesdóttir sem var fjall. Fína sendingu inn á teig. Frá Völu Stefanovic sem hefur verið einn bestu maður KR-inga í leiknum. Og skalla beint í fangið á Þóru. Þá Þóra aftur komið með boltan. Já. En missir boltan aðeins svo langt frá sér. Þá Þóra aftur. Og tifar klukkan og vonir KR-inga. Sömuleiðis, þær renna út í sandinn. En við skulum sjá Anna með boltan og Hrefna Huld. Það er aukaspyrnu. Fiskaði hérna aukaspyrnu.
kannski að mati einhverja, en Erlendur var ekki langt frá og sá þetta vel. Ætlum við fáum ekki skot núna, Rósa? Jú, ég myndi halda það. Kannski svolítið langt frá. En ég hugsa látið var. Já, taka bara sénsinn. Þóra stillir upp varnarreglum. Og Hrefna tilbúinn að spilna. Nei, hún laumar boltanum inn á vítateginn og Breiðabliks stelpurnar ná að koma boltanum burtu. Þá kemur skotið og það vel! Gott skot enn í þverslána. Já, fínt skot frá Hrefnu. Góður snúningur á boltanum. Hann small þarna í þversláni. Og sjáum þetta aftur. Þetta hættuleg sending frá henni úr aukaspyrnunni en Breiðabliksliðið nær að koma boltanum í burtu. Og svo kemur hún og lætur vaðamarki. Boltinn í slána og Þóra fyrir sér sæla þetta fór ekki inn. Og hér dæmt aukaspyrna á KR og gult spjald. Rautt spjald. Það var ekkert móti. Guðni Guðleif Einarsdóttir. Það rautt spjald. KR ekki einu færri. Ég verð nú að viðurkenna það ég tók nú ekki eftir hvað gerðist ég horfa hérna á endursýninguna en hún stöðsar út af hún hefur allavega gert eitthvað af sér þannig að En mótmæla allavega ekki. Nei, hér kemur aukaspyrnan inn á vítateig og boltinn skoppar aftur fyrir endamörk. Skoppar fyrir aftur fyrir endamörk og það eru KR-ingar sem fá markspyrnu þegar einhverjar 6 raskar mínútur eru eftir af þessum leik og Breiðabliksliðið með örugga forystu og allt útlit fyrir að það hempið þessum byggar líka Guðlaug komin á teig og hann lætur vaða og Petra ver gott, já, Petru nær að slá boltan hann út til hliðar þannig að KR-ingar fá ekki annað tækifæri eða Breiðabliksliðið fær ekki annað tækifæri úr þessari sókn en þær eru búin að vinna boltan aftur og freista þess að komast aftur í færi. Boltinn út fyrir hliðarlínuna og Breiðabliksliðið á innkast. Sjáum að sólinn skín og þá er það búin að taka innkastið. Guðrún Sóli setur boltan fram og Hilvi. Jæja. Greta Mjöll, Guðlaug inn á teig. Og Anna nær að koma boltanum í burtu en það eru Blikar sem fá knöttinn. Og Sandra en ónákvæm sending. Guðrún búin að vera mjög drjúg Guðrún í þessum leik. Þá Hrefna. Laglega gert hjá henni. Guðrún, fín sending eða hvað? Nei, þarna vantaði bara rétt heslumuninn. Og rétt náða að brota Já, stóra táin. Og sendingin fyrir Greta Mjöll, hún er komin í fína stöðu, sendir boltinn inn á teig og Guðlaug! Þarna vantaði hársbreyt upp og næði að bota í boltan og hann er ekki farin út af boltinn ennþá. Petra kemur þarna út þar hliðarlínu. En fín sending þarna og munaði sára litlu að Guðlaug næði að reka fótinn í boltan. Þá er skipting hjá KR-ingum. Sýnist Erla Dögg Sigurðardóttir eiga að fara út af og Margrét Þórólfsdóttir að koma inn á í hennar stað. Já, 2 skiptingar. Já, leyfa þessum ungu stelpum að spreyta sig síðustu mínúturnar. Já, KR fá smá reynslu aðeins að kynnast þessu og aftur, já, 2-föld skipting eins og þú sagðir hjá KR-ingum, þannig að KR-ingar hafa gert 3 breytingar á sínu liði og þetta er Ólöf Gerður Ísberg sem að koma inn á að spila síðustu mínúturnar en Blikar komnir í færi og Mér sýndist Vanja að fara út fyrir hana. Já, Vanja Stefánovits búin að vera frísk í þessum leik.
Aukaspyrna frá marki KR-inga sem að Petra tekur. KR-ingar freista þess að pressa svolítið Blika núna en það gengur ekki og Breiðabliksliðið náði að stöðva þessa sókn. Anna í smá vandræðum fekk hann erfiðan bolta út. Og þá Ólöf Gerður. Og Júlíana. Góður bolti já. Komst það. Gerður fyrir innan. Guðlaug Jónsdóttir búin að leika 49 landsleiki fyrir Ísland. Það fyrir 20. kemur væntanlega þarna gegn Tékkum. Það er Sandra sem að fer út af, Sandra Karlsdóttir og Lára Hafliðadóttir kemur í hennar stað. Það er að leika hér síðustu mínúturnar í þessum leik og það eru nú ekki margar sem eru eftir, einhverjar 2 mínútur og ein kannski uppbóta tíma eða svo. En KR-ingar eiga smá séns á að minnka aðeins munin. Blikar líka tíma til að bæta við. Greta Mjöll komin inn á vítateig, hún setur boltan strax inn á Guðlaugu og Guðlaug aftur tilbaka en Guðrún Sóley skallar boltan frá. Og þá er það Edda. Guðrún sendi boltan bara fram á við. Burtu með hann. Ná Petra. Og Fjóla reynir að framlengja en Ólína. Boltinn hefur farið út fyrir, þannig að KR-ingar á innkastið. Og það er enn einn skiptingin í vændum. Tvöföld skipting hjá Breiðabliki, það eru tvær að koma inn á að leyfa sem flestum að vera með og það er fínt. Það er Inga Birna Friðjónsdóttir, nr. 16 sem er að koma inn fyrir Casey McCluskey. Og svo er aftur skipting eða hvað? Nei, ekki. Það er að treyna þetta. Og þá koma KR-ingar fljótir að taka aukaspyrnuna og vinstum munið að Hrefna fengi boltan en Júlíana með knöttum fyrir KR leggur hann tilbaka. Og Katrín. Og hún lætur bara vaða markið og knötturinn fór þarna rétt yfir. Fast skot hjá Katrín og þarna yfir markið. Ekkert bangið við að láta vaða þó færi sér langt og þóra í markinu. Nei. Þá er það. Aftur skipting Kolbrún Steinþórsdóttir að koma inn á. Breiðablik á endalaust af knattspyrnukonum og niður alla yngri flokkana. Og þar eru stelpur sem að koma til með að taka við þegar árin líða. Og það er að gera að leyfa þeim að fá aðeins í líkin í svona leik. Já, koma aðeins inn á og eiga þá minninguna þessum leik. Tók ég þátt í. Já. Þegar við erum KR 4-1 eða 4-2 hvað? Nei. Það gengur ekki. KR-ingar reyna hvað þeir geta til þess að minnka munin. En það gengur ekki. Og 3 mínútur bætt við í uppbótartíma þannig að það eru 2 mínútur eftir enn. Enn er von fyrir 1 mark í viðbót, mörkin orðin 5. En KR-ingar eiga innkastið. Katrín. Nei, ekki gegn þetta. Heldur er það Blikar sem að ná boltanum og nú ná þeir skyndisóknu Breiðabliksliðið, Kolbrún. Sendi boltan á Guðlaugu, fínt spil hjá Breiðabliki og Guðlaug, nei. Petra, já, laglega gert hjá henni. Já, hérna notaði hún höfuðið vel og
gerði þetta mjög snyrtilega. En Erna B. Mjög skilningur hjá Breiðabliksliðinu og Guðrún Sóley vinnur boltanum fram á við. Greta Mjöll. Framstæða eitthvað, já. Mjög fyrir innan. Lokamínútan í leiknum Breiðablik 4 KR 1. Þessi leikur að verða búinn. Það verða Breiðablik-stelpurnar sem fá bikarinn afhentan í krindir Íslandsmeistarar Breiðabliks og þeir verða hér bikarmeistarar í dag. Fjóla fyrir KR, Hrefna tilbaka. Já, Katrín gerði þetta vel. Það lítur að verða allavega fjör í Kópavogi í kvöld. Bæði meistaraflokkur kvenna og karla fá bikar í dag. Það skyldi ætla það. Líka hafi ástæðu Kópavogsbúar allir að sjálfsögðu hafa ástæðu til þess að fagna þessum glæsilega árangri þessara liðar. Hér út fyrir, nú tíminn að renna út. Bikarinn tilbúinn þarna. Já, það er búið. Breiðablik bikarmeistari kvenna í knattspyrnu árið 2005 og Breiðablik vinnur sigur á KR með 4 mörkum gegn 1. Greta Mjöll Samúelsdóttir skoraði 2 mörk, Casey McCluskey og síðan Tessia Kozlowski. En það var síðan fyrsta markið Ásgerður H. Ingibergsdóttir sem gerði það fyrir KR. KR ekki komist yfir á 50 mínútu og það var nú nokkuð óvænt en síðan eftir að Breiðablik jafnaði metina þá höfðu þeir svona svolítið völd í leik. Það eiga alveg skilið þennan bikar í dag. Þetta er spurning. En kannski spurning hvort að munurinn hefði verið svona mikill en það er nýttu færin vel. Þær gerðu það og voru óheppnar að fá mark á sig þarna í lok fyrri hálfleiks. Þegar að síðasta spinnan var tekin en þær eru hér að fagna. Nú Adolf Ingi Ellingsson kominn með Gretu Mjöll Samúelsdóttur í viðtal. Adolf Ingi, ég sendi boltan á þig. Greta, til hamingju. Hvernig að vera bikarmeistari? Vá, hvað þetta er gaman. Þetta er snillt, þetta er bara fullkomið, sko. Þetta var frábært sem var. Þú skoraði 2 mörk núna í þessum leik. Þú skoraðir í öllum umferðunum. Bikarkeppni þín keppni? Kannski núna, ég meina, og okkar keppni. Það sést hérna, við erum bikarmeistarar. Þannig að þetta er greinilega okkar keppni. Þið langaði til að skora þrennuna. Þú hefur átt að setja skalla hana í lokinn, var það ekki? 3 skallar hefði ekki verið slæmt, nei. Ég var pirrið að ekki skora, ég hefði ekki gera það. En þannig að 2 eru nóg í dag. 2 er nóg, það dugar 4, 2. Eru þið langbestar? Já, það ekki. Er það ekki ljóst? Íslandsmeistara með yfirburðum og síðan bikarmeistara núna. Stórveldi Breiðablik risi úr öskustóni? Já, það er ljóst. Stórveldi Breiðablik, það var ég lárað henni. Þú varst nú alin upp við það að horfa á þetta sem stórveldi en það hafi verið svona mögur ár undanfarin hjá ykkur. Er gaman að taka þátt í að koma þessu upp á ný? Það er æðislegt og gott bara, við erum búin að vinna fyrir þessu og við eigum þetta skilið og við erum langbesta liðið, það er greinilegt. Við eigum þetta skilið. Til hamingju. Takk. Já, ég held að sé óhætt að taka undir það að Breiðabliksliðið á þetta skilið. Það hefur verið mjög öflugt bæði á Íslandsmótinu og sýnt góða leiki í bikarkeppninu og sérstaklega kannski eftir 25 mínútna leik í þessum bikarúrslitaleik þá tóku þær völdin og voru sterkari aðili. Já, það er ekki spurning. Og Nei, Adolf eins og Ingi... við sögðum, þær voru svolítið lengi í gang en þegar fór í gang þá var ekki eftir snúið. Nei. Og Adolf Ingi komið með einhvern annan í viðtal. Adolf Ingi, sendi boltan á þig aftur. Takk fyrir, Edda Garðarsdóttir fyrirliði, til hamingju. Já, vara fyrirliði, takk fyrir. Gaman. Þetta er æði, 2-falt, gerist ekki betra, best í heimi. Komin aftur á heimaslóðir, komið segi í Blika eftir að hafa verið með KR áður. Hvernig var að leggja svona gömlu félagana? Leikirnar á móti KR eru búin að vera erfiðir í sumar. En ég meina að það þýðir ekkert að vera að dvelja við þetta gamla, maður er bara að horfa á framtíðina. Þú ert Bliki í dag?
Sjálfsögðu maður. Og þið eru stórveldið á ný? Já, í ár. Já, nokkur ástæði til að ætla að verði annað á næsta árum? Ég meina þið eru með nóg ungum stelpum og þetta sterkur hópur. Ég meina frábær uppbyggingu sem félagi og sérst að yngri flokkarnir 54 og 3, allir Íslandsmeistarar. Þetta bara frábært. Bjart framundan. Nákvæmlega. Og nú bara að ná sér niður eftir þetta og svo einbeita sér að landsliðinu? Ná sér niður, það bara að fagna maður. Landsleikur 2024, vonandi ef maður verið valinn í það. Ég held að sé ekki spurning en njóttu dagsins til hamingju. Takk fyrir. Já, gaman að þessu. Ekkert að ná sér niður strax, fagna, njóta stundarinnar. Og KR-ingar eru komnir upp á pallinn og eru að fá sín silfurverðlaun og standa hér stelpurnar upp á pallinu. Það byrjuðu þennan leik vel og komist í 1-0 og Blikar voru bara í mesta basli með þær í fyrri hálfleik oft á tíðum. Við skulum gefa KR stúlkum gott klapp og óska þeim til hamingju með árangurinn. Þeim fagnað KR-ingu fyrir þennan leik. Ásgerður Hrá Ingibergsdóttir skoraði mark KR-inga á 50 mínútu og kom þeim yfir en nú styttist í það að Breiðabliksliðið gangi hér upp á pallinn og fái afhentan bikarinn. Þetta rosalega gaman. Já, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, hún tilbúin að afhenda hann en fyrst á það nú medalíurnar, stelpurnar, Eggert Magnússon brosir sínum breiðasta. Það alltaf gaman að koma á bikar og styrtaleik og veita síðan verðlaun í lokin. Þetta stóri leikurinn á hverri leiktíð hjá þessum liðum, hjá knattspyrnufólkinu. Þessi leikur var skemmtilegur. Fengur 5 mörk í hann og aðstæður voru mjög góðar. Völlurinn fallegur en það hefði nú kannski mátt koma fleiri að horfa á. En það er kannski ekki hægt að biðja allt, en Blikar koma hér og taka við sínum verðlaunum. Þetta verðskuldað. Greta Mjöll Samúelsdóttir hér með 2 mörk, 2 skallamörk, glæsileg skallamörk á nærstöngina og Breiðabliksliðið vel að þessum sigri komið. Sjáum að þær raða sér hér upp og gera allt klárt. Nú þar með hefur Breiðablik jafnað met ykkar Vals bikarmeistara 9 sinnum. Er það ekki svolítið leiðilegt að missa það? Við hljótum að bæta úr því á næstu ári. Já, það voru nú margir sem voru á því að það væri úrslitaleikurinn milli Breiðabliks og Vals. Já. Sem var svo í undanúrslitum. Þar fjallu Valsmenn úr leik, eða Valsliðið fjallu leik þar fyrir Breiðabliki sem vann síðan bikarmeistara titilinn. Nú allt að vera klárt. Þetta tilfinning sem að þú þekkir á svona bikarinn. Þetta rosalega gaman. Mikill spenningur og hér það Þórhildur Helgadóttir og Edda Garðarsdóttir sem fagna fyrir þann Blika. Þeir eru bikarmeistarar í ár og eru vel að sigrinu komnir. Já, það kissa bikarinn og fagna þessum 9. bikarmeistaratitli félagsins. Og það við hæfi að spila þetta lag. We are the champions. Það mikill galsi í stelpunum. Það skvetta hér vatni á hverjaðra og fagna þessu vel og innilega. Og eftirminnilegt tímabil að baki hjá Breiðabliki. Já, það er svona, þeim var nú ekki spáð þessu fyrir tímabilið. Hvorki ekki Íslandsmeistaratitlinum allavega. En þær hafa sýnt það í sumar að þær eru bestar í sumar.
Ó já, það er víst orðasönnu. Íslandsmeistarar og töpuðu aðeins einu, eða töpuðu reynda 2 stigum. Þeir gerðu 1 jafntefli en unnu allt hitt og unnu síðan bikarinn er örugglega á Laugardalsvelli. Sigur á KR 4-1. Þetta er innilega, já, þetta er falleg medalía sem að Greta Mjöll Samúelsdóttir er að sýna hér á Laugardalsvellinum. Svo er spurning hvort að þær hlaupa eitthvað með bikarinn eða hvort að þær séu nú bara að fara í myndatöku. Ekki má gleyma þessum. Þær eru að stilla sér hér upp í myndatöku. Við sjáum hér aftur þegar að Steinunn Valdís Óskarsdóttir afhenti hér fyrirliða og varafyrirliða Breiðabliks bikarinn. Já, Breiðablik bikarmeistari í kvenna í ár. Nú eftir hálfa mánuð þá er það Valur og Fram sem að koma til með að eigast við í VISA-bikar karla og það getur nú orðið hörkuleikur. Það verður gaman, það er líka gaman að sjá svona þessi gömlu Reykjavíkur stórveldi. Já, sem hafa nú mega muna sér tífil fegri. Og hér fagna þær og hefðbundin ljósmynda að bikarmeisturum verður til. Og ég sé ekki betur en þarna sé einhverju ungir sem vilja komast í burt. Þetta er Dóttir Gullu. Þetta er Dóttir Gullu, já. Það er að gera að byrja aðeins að leyfa hann að finna hvernig þetta er. Já. Byrja sem fyrst. Það er víst ábyggilegt. Það er fagna hér sem og stuðningsmenn Breiðabliks í stúkunni. Þeir standa hér enn og fagna sínu liði. Það verður væntanlega fagnað fram eftir í dag og kvöld og fram á nótt. Karlarnir fengu bikarinn, Íslandsmeistarar í fyrstu deild og verða í úrvalsdeildinni á næstu leiktíð. En Breiðablik fagnar tvöföldum sigri bæði á Íslandsmótinu og í bikarkeppninni í ár. Og það er spurning hvort að það taki hring fyrir okkur eða hver veit. Já, það er hlaupastað núna og við sjáum að gleðinni fölskar laus. Það er ekkert annað. Það er heldur ekkert að taka þetta rólega, það er bara spretturinn. Nóg eftir. Nóg eftir hjá Þór allavega. Koma inn að skokkandi á eftir. Þóra og Edda leiða hér hópinn sem að hleypur víðanvöll og fagnar þessum bikarmeistara titli. Breiðablik. Og ég ætla að senda boltan á Adolf Inga, hann mun vera með eitthvað í viðtali. Adolf Ingi, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir og nú ertu hamingjusamur þjálfari. Ég er glaður, já, nú er ég glaður. Kátarinn í hálfleik. Mikið kátari. Nú er leikunum búinn og titillinn er okkar. Ykkur var nú ekki spáð meistaratitli í vor þegar keppnistímabilið hófst en þið sýndu það bara, þið eru langbesta liðið. Hvað var það sem gerði það í sumar? Er þetta ekki bikarkeppnin? Já, en bæði deildin og bikarinn. Já, ég held að það hef bara verið í liðsendingu. Við áttum engan súperleik í dag en menn gefa sér bara ekkert. Menn þrauka þetta áfram og neita að gefast upp og halda áfram að leikurinn er búinn og við oftast búin að skora fleiri mörk á móti. Er stórveldi komið til að vera núna? Þið eru með efnilegar stelpur í kippum. Við erum klárlega að vera með í næsta móti líka og viljum náttúrulega vinna. Það er alltaf krafan að vinna titla í Kópavoginum en við skulum bara vona það. En ég gerir náttúrulega ráð fyrir mjög erfiðu mót á næsta ári líka. Það er alltaf, það byrja allir jafnir þá. En þetta er eins gott og það er hægt að vera? Já, ég get ekki beðið meira. Þetta er súper. Vinna tvöfaldar fyrsta ári, það er bara frábært. Til hamingju. Takk. Já, þakka þér fyrir það, Adolf, og áður en við hættum þá ætlum við að
að skoða mörkin sem að komu í þessum leik. Þau voru mörg góð og það voru KR-ingar sem að skoruðu fyrsta markið strax eftir rétt röskar 4 mínútur. Það kom mörgum á óvart þetta mark. KR-ingar komu ákveðin til leiks og byrjuðu mjög vel og náðu góðri sókn á 5. mínútu og sjáum hér aðdragandan að því. Ásgerður H. Ingibergsdóttir skoraði þetta mark óverjandi fyrir Þóru í markinu. Glæsilegt mark og þetta kom eins og köld vatnsgusa í andlitið á leikmönnum Breiðabliks. Já, þetta. Og KR svona, ég held að það hafi verið jafnhissa. Já, það var gaman, virkilega gaman að þessu og svona þvert gegn því sem að flestir spáðu. Og þarna... En þetta gerði bara leikið skemmtilegri. Já. Byrjan svona. Virkilega gaman að fá þetta mark og gott mark og vel að því staði hjá Ásgerði. Aðstoða þjálfara KR-inga. Hún kom KR í 1-0. Nú 20 mínútur síðan þá skoraði Greta Björk Samúelsson. Þetta laglega mark og jafnaði metin 1-1. Fín hornspyrna hjá Eddu Garðarsdóttur og Greta Björk skallaði boltinn í netið og það mætti nú segja mér að það hafi verið búið að æfa þetta eitthvað áður. Hér kemur fín hornspyrna og Katrín missir af Gretu Björk sem að sneiðir boltan fallega í markið. Staðan orðin 1-1 og 26 mínútur tæpar búnar af þessum leik. Og hér það hins vegar Casey McCloskey sem að skorar á loka mínútu fyrri hálfleiks með síðustu spyrnunni í hálfleiknum og þarna voru KR-ingar væntanlega farnir að bíða eftir að komast inn með jafna stöðu. Það mjög erfitt að fara inn. Þetta var erfitt að fá þetta mark á sig. Já. En hún gerði þetta mjög vel og Mikil Hallfríðsson fylgdi vel eftir. Hætti aldrei. Já, virkilega vel gert. Fer hér fram hjá Guðrúnu og Guðrún aðeins og sein að komast í knöttin. Þannig að staðan þarna orðin 2-1 fyrir Breiðablik og liðin gengur til hálfleiks með þessa stöðu og svona svolítið svekkjandi fyrir KR-inga sem að fengu markið þarna á sig alveg í blá lokin. En þetta snyrtilegt. Já, Tessia Kozlowski skorar með góðu skoti fyrir utan vítateig. Gerði þetta mjög snyrtilega. Petra hann er ekki ánægð með þetta en sjáum þetta aftur. Þetta er mjög fallegt mark hjá henni og hún kom Breiðablik í 3-1 með þessu marki. Nær að snúa Erlu Dögg Sigurðardóttur af sér og lítur upp og setur hann svo. Já. Skapar sér þarna góða skotstöðu og sendur hann síðan með vinstri yfir Petru. Rétt undir þverslanum, hárnákvæmt skot og boltinn í neti. Staðan orðið 3-1 og staðan vænleg fyrir Breiðablik. Nú eftir þetta þá fengu KR-ingar 2 ágætis færi til þess að minnka munin en Þóra varði í tvígang og aftur kom Greta Mjöll þegar um 25 mínútur voru búnar af hálfleiknum og nú var það síðara hálfleiknum. Náði að skalla boltann í netið af næsttönginu. Já, var þarna á næsttönginu og mjög svipað hinu í fyrri hálfleik. Þannig að þetta hlýtur að vera æft. Þetta er æft. Mjög gott mark og sjáum þetta frá skemmtilegu sjónarhorni. Tekur þarna skrefið á móti boltanum og sneiðar hann glæsilega í netið. Þetta er virkilega vel gert hjá Gretu Björk og Petra Fanney fær þarna boltan snöggt á sig og nær ekki að halda. Og hann fer í netið. Staðan orðin 4-1 þarna og útlitið orðið svona frekar
dauft hjá Káringum, en það var það síðan staðreynd að það voru Blikar sem að lyftu bikarnum á loft í lokin. Þóra B. Helgadóttir og Edda Garðarsdóttir gerðu það og fögnuðu hér 9. bikarmeistaratitli Breiðabliks. Þar með hefur Breiðablik jafnað með Vals 9 titlar. Hver veit nema Breiðablik og Valur spila til úrslita á næsta ári. Eigum ekki bara að vona það? Eigum ekki bara að vona það, segir Vals konan Rósa Júlía Steinþórsdóttir. Og við förum að segja þessu lokið hérna Laugardalsvelli. Við látum myndirnar lifa leið og við kveðjum héðan úr Laugardalnum og fögnum óskum Blikum til hamingju með bikarmeistaratitilinn, en við þökkum ykkur samfylgdina. Verið þið sæl. VISA bikarinn.